Góðir grannar, verið velkomin í svokölluðu fundasyrpu Hafnarborgarráðsins. Ég býð ykkur hjartanlega velkomin, auðvitað öllum, bæði íbúum svo og eigendum og öllum þeim sem eru í Hafnarborginni, hvað sem það er starfandi fólk eða ekki. Ætlun hjá okkur núna að líta hér á eftir á aðalfundin okkar sem var haldinn 27. apríl 1993, þar sem að stjórnarkosning fór fram. Ég vil nota tækifæri og minnast þess að það akkúrat ár síðan að Hafnarborgarráð var sett á laggirnar og þetta fyrsti fundur að loknu fyrsta starfsári. Þetta fyrsti fundurinn sem við komum hér saman til þess að líta við farin veg, skoða stöðuna og spá í spilin framhaldið. Ég veit að það þarf ekki að tíunda það að stjórn Hafnarborgarráðsins sem hefur til þetta kjörtímabil, hún hefur unnið mikið starf fyrir okkur öll og ég veit að ég mæli fyrir munn okkur allra þegar ég þakka þeim fyrir mikla og góða vinnu þegar sett efnið og haft vel vanda nýri félagsmiðstöð hjá okkur hérna í undir Hafnarborgarráði okkar og gert margt annað sem við komum til með að njóta góðs af og búa að ókomin ár. Ég vil biðja mér til aðstoðar að fari svo að ég vilji taka eitthvað tíma til máls hér til dagskrárliðum. Þannig vil ég biðja Freyr Sigurðsson að vera svona hér til aðstoðar fundarstjóra. Fari svo að ég þurfi á hann að halda. Ég vil leggja til að Svandís Ingólfsdóttir ritari ef fundurinn hreyfir ekki mótmælum. Og að Margrét Sigurðardóttir verði henni til aðstoðar, gerist þess þörf og kjósi Svandís þess. Fyrsta verk fundarstjóra að athuga hvort að löglegar hafi staðið að boði fundar og ég hef fengið gögn þar að útlandi í hendur þar sem að fundarboð voru borin út til hvers og eins í Hafnarborginni og þeir láti kvitta til móttöku þeirra. Nokkrir eru ekki viðstaddir og þeim var það send ábyrgðarbréf í pósti, alls 56 ábyrgðarbréf sem fóru út. Og það er ekki annað séð en að fundurinn hafi staðið löglega í boði en til hans var boðað 15. þessa mánaðar. Nú við munum ganga til dagskrár og samkvæmt aðalfundarboðinu þá fyrsta efnið, það venjuleg aðalfundarstörf og þar undir lið A skýrsla stjórnar fyrir síðastliðið ár og framlagning endurskoðaðra reikninga. Þórir Steingrímsson, formaður, mun hafa framsögu stjórnar í þessu lið og kalla til sín þá aðila sem honum sýnist eftir því sem að á skýrsleikja líður. Og ég bið Þórir að gjörðu vel. Fundarstjóri, fundarmenn. Hafnarborgarráðið nú fyrst og fremst að berjast fyrir hagsmunum Hafnarborgarbúa, húseigendum fyrst og fremst. Það hefur verið tekið mörg skref til þess að reyna að sameina alla húseigendur í eitt og sama félagi og nú búið að stíga skrefið til fulls með þessu fundi núna. Við erum fyrst og fremst að gæta hagsmuna okkar og þá leið alls samfélagsins því eins og við vitum að þá þessi bygging sem við búum í, hún rúmur 1,2 milljarður króna að verðmætum og við erum að berjast fyrir því að koma bílageymslunum í lag
100 milljónir króna. Hér er verið að tala um framkvæmdir sem byggjast auðvitað á kostnaðaráætlun núna í dag sem er ekki mjög nákvæmar eða grófar en geta þó gefið okkur ýmsar hugmyndir það hvað við eigum í vændum. Þess vegna spyrjum okkur sjálf hvort við viljum takast á við þennan vanda með því hugrekki sem auðvitað bíður okkar eða hvort við viljum einfaldlega hafa þetta svona eins og fyrir það og láta þetta drabbast niður. Á það reynir núna á okkur á þessu fundi að mynda samstöðu og það með alvöru með hvað hætti við komum til að leysa þetta mál sem er búin að hvíla á okkur eins og mara síðustu 17 ár. Ég þakka hlý orð fundarstjóra okkar framlag stjórnarinnar og þá ekki síst Hamraborgarráðsins við að koma þessu samfélagi okkar í skikkanlegt form, svo sem eins og það að vera komin með okkar eigin félagsaðstöðu og skrifstofuaðstöðu, þannig við þurfum að geta tekið á þessum málum með festu. Ég hef þegar rakið feril stjórnarinnar og þessa máls í blaðinu okkar, Hamraborginni, og greint frá því hvað mest brennur á. Ég hef auðvitað líka greint frá þeim þróunarferlum sem hafa á sér stað í samningaviðræðum Kópavogsklausturs og við komum þá hér að því og eftir. Við þurfum líka að taka á vandamálum okkar sjálfra því við þurfum fyrst og fremst að koma á ýmsum sáttum innan Hamraborgarinnar og við þurfum að mynda þannig samstöðu að allir séu á einu máli í lokin. Við erum fyrst og fremst að tala um sameign okkar og þetta er ekki, Hamraborgarráð er ekki þannig félagskapur að maður gangi í hann á húsum á frjálsum vilja öðruvísi þannig að leiðum að kaupi sig inn í þessa húseign þá er maður alveg löglegur félagi. Maður segir sig úr því öðru sem að selja eignina. Þannig eru lögin. Það er engin uppfinning hjá stjórninni eða Hamraborgarráðinu að skattleggja einn eða annan umfram það sem að lög leyfa. Því treysti ég nú á þennan fund að hann komi til mig að líta á málið með sanngirni og hér verði á eftir mjög málefnaðar umræður framtíð þess. Hvað var að fjárhagsmál Hamraborgarinnar þá voru lagðir fram endurskoðaðir reikningar og vil ég þá núna kalla á Kristin Víum endurskoðanda til þess að fylgja þeim úr hlaði en eintök af þessum endurskoðaðir reikningum liggja hér frammi í andvirðinu ykkur til skoðunar. En ég vil gera svo að biðja Kristin Víum að koma svo hérna upp og hlaði. Góðir fundarmenn, þetta er nú ekki miklir reikningar fyrir þetta fyrsta starfsár því að raunverulega á hófst fjárhagsár Hamraborgarráðsins ekki fyrir nóvembermánuði þó að það sé búið að starfa að öðru leyti allt árið. Þetta er nú bara forliðin á reikningunum við skulum taka. Þarna koma tekjurnar sem urðu á síðustu ári. Það voru innheimt gjöld af húseigendum, íbúðareigendum samtals 381.600 krónur fyrir árið 1992. Annað var ekki innheimt, var komið til á árinu 1992 var ekki komið innheimt vegna félagsheimilisins eða þjónustugjöld vegna kapalkerfisins. Síðan eru gjöldin, það eru ýmis sameiginleg gjöld, þetta er eins og þið sjáið, þetta eru litlar smáar tölur, það er prentun og ritum 16.903, tæki og áhöld 4.263, sérfræði þjónusta 28.850 og kostnaður vegna fundarhalda 21.938, samtals 71.954. Síðan kemur kostnaður vegna reksturs félagsheimilisins, það er hiti 665 krónur og viðhald húsnæðis 20.933, samtals 21.598.
fjármagnstekjur og gjöld. Fjármagnstekjurnar nú heldur víra, það eru 35 krónur, en lægsta gjöldin 3.552. Þetta gerir samtals 3.517. Samtals gjöldin 97.069 krónur. Niðurstaða rekstrarreikningsins er 284.531. Þá förum við yfir eignahliðina. Bankareikningar, það er fyrsta reikningur nr. 434, hann heldur í það 263 krónur sem er inn á honum, en á bankareikningi, tekkareikningi 547.16 eru 100.001 króna síðustu áramót. Útistandandi skuldir húseiganda eða stigaganganna sem við köllum það er eins og við sjáum, það er á Hamraborg 14.27.000, Hamraborg 16 55.800, nr. 18 14.400, síðan kemur 24 14.400, 26 57.600 og 28 16.200 og 32 19.800. Þetta eru eftirstöðvar af þessum álögðu gjöldum sem við gátum hér áðan í tekjuliðinni sem 300. Þetta var ógreitt áramótin. Þetta er allt saman greitt í dag. Eignir eru því samtals 305.464 krónur og komum við þá að skuldum og eigin fé, og það er útistandandi á viðskiptamanni 20.933 krónur og síðan er niðurstaða rekstrar á árinu 284.531 og þetta gerir samtals 305.464 krónur. Þessir reikningar eru síðan undirritaðir með venjulegum fyrirvörum eins og gerist með slíka reikningar. Ég hef einnig gert sams konar reikning fyrir janúar, febrúar og mars 93 til þess að sýna hvernig breytingin hefur orðið á þessum tíma hér. Ég myndi fara yfir það líka fyrir. Þetta er fyrst og skemmt til þess að sýna mönnum hvað hefur skeð. Í árslok þá voru tekjurnar 381.600 en í lok mars þá eru orðnar 644.480. Ég ætla ekki að fara sundurliða hitt, þetta eru smáar tölur. Sameiginlegur kostnaður, hann er 22.971 króna og rekstur félagsheimilisins, þar er einu tölur sem eitthvað er að ræða, það er viðhald á húsnæðinu og áhöld sem samtals er búið að kaupa fyrir 309.094 krónur. Fjármagnstekjur eru engar, vaxtagjöld voru á þessu tímabili 9.091 krónar og gjöldin öll voru samtals 345.072 á móti 97.069. Niðurstaða rekstrarins var á þessu 3 mánaða tímabili eða 300.000 krónur eða 299.408. Og komum við þá að í síðasta, það er skuldir og eigið fé. Þarna er enda útistandandi, eða hann skuldir við enda á einu viðskiptavina okkar 16.270 og við skuldum 2 víxla upp á 66.667 og síðan kemur eigin fjárstaðan sem er óráðstafað eigið fé 284.531 á hverju ári og niðurstaða rekstrarins á þessum 3 árum 299.408 eða samtals 634.336. Eins og ég sagði þá er þessi síðari reikningur hér, hann einungis gerður til fróðleiks fyrir því að hann verður náttúrulega gerður í lok ársins eins og venjulega. Takk fyrir. Stjórnin
birtar hér fyrir sem aðeins ári sem komið fram, þá er þær ekki nú til að mynda en bara síðastið ár. Og ég kalla þá eftir athugasemdum við skýrslu stjórnar og reikning. Ef það eru ekki athugasemdir að þá boðast þessi reikningar samþykktir. Það minna á það að þið hafið fengið hér atkvæðaseðla sem að væntanlega verða notaðir hér á eftir fyrir þetta þörf og þið skulum þá halda þeim í nokkrum litum og við verðum þá kalla eftir ákveðin lit og þess fyrir þörf, þannig að það verður átti reyna það á eftir. Næsta mál á dagskrá er kosning stjórnar. Formaður mun hafa framsögu í því máli. Guðmundur Boris. Sem að fara út og það var velja 4 í þeirra starf. Ég ætla að lesa upp þessi nöfn. Það er tillaga Símon Víum, sæti þá, já, við tilgreinum ekki hlutverk manna í stjórn, heldur er þetta hætti að menn saman það innbyrðis innan stjórnar hvaða embætti hverra gildi. Það er Símon Víum, Guðni Karlsson í nr. 34, Jakobína Sveinsdóttir í nr. 26, Jón Örnólfur Steindórsson í nr. 34. Þetta eru 4 nöfn sem er komin tillaga að komin í stjórn í stað þeirra sem fara út. Ég kalla eftir fleiri tillögum. Við erum að ræða menn í aðalstöðum. Gjör svo vel. Fundarstjóri, fundarmenn. Er það rétt hjá mér að það sé farið eftir reglugerð númer 280 frá 25. júní frá 1976 á fundinum kosningu stjórnar? Þá stendur í 7. grein að stjórnin skal kosin á aðalfundi
ekki kosinn formann núna. Hann situr áfram. Ekki tvö ár? Það er eitt ár í viðbótur það ekki sem Þórir situr? Já. Ok, fínt, takk. Þannig er staðan. Eru tillögur ný nöfn umfram þessi 4 sem að komið hafa þegar fram? Ef svo er ekki, þá mun ég bera þessa tillögu að í stjórn komi Símon Víum, Guðni Karlsson, Jakobína Sveinsdóttir og Jón Örnólfur Steindórsson. Þar sem ekki hafa komið fram að neinar tillögur aðrar, þá skoðast þessir aðrar kjörnir. Það var kosning varamanna. Þar þarf að tilnefna 2. Hér hefur komið fram tillaga Guðmund Gísla Guðmundsson nr. 30 og Svanhvíti Ingólfsdóttur nr. 34. Eru aðrar tillögur og sal? Þetta eru fulltrúar í varastöðu. Ef svo er ekki, þá skoðast þau samþykkt. Kosning endurskoðanda og hans varamanns undir liðnum D. Það hefur komið fram tillaga Þórhall Björnsson nr. 14 og Auðun Snorrason, hans varamann. Eru aðrar tillögur? Við tölum hérna endurskoðanda og hans varamann. Getur skýrt aðeins þá að meina með því að sem að kjósa endurskoðun? Okkur ber að kjósa endurskoðanda í stjórn sem hefur það hlutverk að veita umsögn og yfirferð á reikningum. Er hann fyrir á stjórnarborðinu? Hérna undir liðnum D er kosning endurskoðanda og varamanns. Það er einn. Já, nú spyr ég stjórn. Hvað segir stjórnin um það? Það er einn endurskoðandi kosinn félagslega. Síðan er það einhverjum milli að eigendum óskar því að það verður lög skiptur endurskoðandi líka. Þá er hægt að það. Það heyrum ekki. Hann segir að það sé hafður það háttur á að það sé kosinn einn endurskoðandi en vilji 1/4 fundarins kjósa að auki einn löglegan endurskoðanda, fagmann, að þá verður það gert. Hvert verður hlutverk endurskoðanda? Erum við að tala einhverja peninga eða það? Menn sem er í stjórn þykja ekki laun. Nei. Ég var ekki að spyrja því. En samkvæmt síðustu reikningum þá er það vitandi með einhverja tekjur og hvað er það að tala um? Já, svo ég get bara sagt það, þeir sem er í stjórn þeir taka ekki laun. Hins vegar endurskoðandi sem er fagmaður og fenginn utanfrá, hann auðvitað verður að fá þóknun fyrir sín störf. Ég legg á þá áherslu að við leggjum okkar reikninga undir endurskoðun og hún er aðkeypt. Ég lít svo á að hérna sé rétt að staðið. Það eru 2 nöfn, það er Þórhallur Björnsson og Auðun Snorrason. Ef það eru ekki fleiri nöfn
dagskrá sem er atkvæðagreiðsla um tillögu stjórnar um breytingar á reglum Hamraborgarráðs, dagsett 11.10.1992, þar sem kveðið er á að íbúðareigendur komi í staðinn eigendur allra séreigna hluta, það er bæði íbúðareigenda og eigenda verslunar- og skrifstofuhúsnæðis, og að fulltrúar í ráðinu séu 14 í stað 13 og gegnir með því sama hlutverki og félag húseigenda fyrsta áfanga miðbær í Kópavogi, stofnað 16. maí 1975. Það sem er að gera hérna, svo ég seti þetta svona yfir á mannamál, að hingað til að þá höfum við einungis í Hamraborgarráðinu, það er samsett af íbúðareigendum, en þarna er komið fram tillaga um það að Hamraborgarráðið sé víkkað og inn í það séu teknir fulltrúar verslunar- og atvinnurekenda í Hamraborginni sem eru þá í sömu húsum og við. Og þá líti þannig á að þarna sé sameiginlega hagsmuni að ræða, einkum og sér í lagi gagnvart Kópavogsbæ. Ég vil gefa formanni stjórnar orðið og bið hann að fylgja þessum liðum ræðu. Já, eins og hérna kemur fram í tillögunni að þá er verið að stíga skrefið til fulls eins og ég sagði í upphafi míns máls, og það er verið að tala núna að eigendur verslunar- og skrifstofuhúsnæðis að þeir eru núna búin að mynda með sér eitt húsfélag sem gæti þeirra hagsmuna í bifreiðageymslunum. Menn mega ekki rugla því saman að Hamraborgarráðið gætir einungis hagsmuna allra séreignaraðila í Hamraborginni hvað varðar sameignina, þar sé garðinn og bílageymslurnar, annað ekki. Og Hamraborgarráð 2, húsfélag verslunar- og skrifstofuhúsnæðis, það félag er stofnað bara sérstaklega þeirra eignarhluta í bifreiðageymslunum og með þeim hætti að þeir eru núna boðaðir sem einstaklingar, séreignaraðilar að Hamraborginni af þessum 226 eignaraðilum. Eins og hérna kemur fram að húsfélagið, það heitir Hamraborgarráðið og er sambandsfélag 14 húsfélag, Hamraborgar 1438, jafnnúmer, og starfar samkvæmt lögum fjölbýlishús nr. 59/1976 eftir því sem við á. Hlutverk þess er að mynda samstöðu með eigendur séreignarhluta í félagi húseigenda fyrsta áfanga miðbær í Kópavogi sem stofnsett var 16. maí 1975. Jafnframt er hlutverk þess að gæta hagsmuna sameigna þeirra í samskipti við Kópavogskaupstað og fleiri samkvæmt þeim samningum sem byggingaraðilar fyrsta áfanga miðbæjar Kópavogi gerði 27. september og 10. nóvember 1972, svo viðbótarsamningum 17. og 18. október 1974. Önnur grein. Hamraborgarráð tryggir sjálfstæði þeirra 14 húsfélag sem er í húseignum 14 til 38 jöfnúmer og er óheimilt að hlutast til málefni þeirra. Þriðja grein. Hamraborgarráð skal að öðru leyti starfa samkvæmt 4. málsgrein 1. greinar reglugerðarinnar nr. 280/1976 og skuli eftirfarandi reglur samþykktar. Nr. 1. Hamraborgarráð skal starfa sem húsfélag samkvæmt lögum og reglugerðum fjölbýlishús nr. 59/1976 og skal atkvæðagreiðsla bifreiðageymslur og fleira miðast við fjölda séreigna. Nr. 2. Skal aðalfundir Hamraborgarráðsins haldið samkvæmt 6. grein reglugerðar laga nr. 59/1976. Þriðja. Stjórn Hamraborgarráðsins skal hafa 14 fulltrúa ráð. Jafnmargra húsfélaga Hamraborgarinnar sér til ráðgjafar og ákvarðanatöku samkvæmt lögum nr. 59/1976 sem aðalfundur veitir því. Hver fulltrúi skal tilnefndur af sínu húsfélagi. 4. Hamraborgarráðið hefur það hlutverk að mynda samskipti með húseigendum, gæta hagsmuna þeirra, ábyrgjast og annast samskipti þeirra vegna sameignar við Kópavogskaupstað og aðra þá aðila sem þurfa að tengjast sameiginlega með einum eða öðrum hætti. 26. apríl 1993.
umfjöllunar er atkvæðagreiðsla fer fram. Til umfjöllunar er atkvæðagreiðsla þennan lið sem að Þórir var að kynna hér áðan, sem fjallar það hvort að við eigum að taka inn fulltrúa verslunareigenda inn í Hamraborgarráðið. Þessi fundur þarf að tjá sig það. Tillaga frá stjórn liggur hér fyrir. Við þurfum að fá atkvæðagreiðslu hana, en áður en svo er, þá þurfum við að ræða málið. Ég kalla eftir viðbrögðum fundar, Gjörsverð. Ég var að spyrja það, við getum ekki tekið aðra aðeins inn í félagi þegar það er að vera samskipt. Það hafi ekki gengið, þess að það hafi gengið gegn einhverja umræðu sem þess að vera samskipið í að samskipt í þetta félagi. Með þessum hætti sem þarna er farað um. Þórir, vilt þú svara þessu? Skrátt til tekið þá eru þessir eigendur verslunar skrifstofuhúsnæðis, þeir eru í félaginu sem heitir Félag húseigenda fyrsta áfangamíbæði Kópavogi. Þeir eru félag og við erum að taka yfir þetta félag. Og þess vegna fá þeir fundarboð með nákvæmlega sama hætti og allir hinir. Þannig að við erum komnir, við megum ekki rugla því saman að þó að við séum 14 húsfélög, þá getur Hamraborgarráð ekki tekið tillit til þess hversu mörg húsfélög heldur hversu margir eignar aðilar eru í Hamraborginni. Og eins og við vitum að þá eru nú 226. Eru þeir á móti að ganga inn í? Nei. Þeir eru lög og samkvæmt eru við í félaginu, þeir bara aldrei fengið fundarboð fyrir nú. Það er verið að sameina þá núna okkur með lögbóðum hætti. Er það eitthvað slæmt fyrir okkur að taka þá inn? Alls ekki, því að þeir eiga 11 bílastæði niðri í geimstónum og það er allt á sund. Eru þeir í grundvalli við það komnir þá inn í þetta 14? Eins og hérna kemur fram í reglunum, já, þá eiga þeir bara 11 atkvæði í atriði þessari pólitíu. En hvað viljið þið ræða þá sérstaklega um þetta? Nei, ekkert annað þetta er bara formið til að reyna að við erum að atkvæða reglurnar við raunveruleika. Það er nú allt á sund. Já. Ég vil biðja menn að koma hingað upp frekar en að kalla fram úr sal. Það er fættum. Birgir Sigurðsson. Fundarstjóri, góðir félagar. Ég vil nú byrja á því að þakka stjórninni fyrir ákaflega vel unnin störf á árinu sem er að líða hjá okkur. Ég er nokkuð viss um það að ég hef eilítið kominn alveg félagsmálum að svona starf sem voru búin að vera að vinna er ákaflega erfið og því miður í flestum tilfellum vanþakklátt. En ég vil þakka kærlega fyrir það. Mér finnst í sambandi við þessa tillögu þetta sé svo sjálfsagður hlutur að þessi verslunareigendur komi inn með okkur. Þeir eru jú einn hlutinn af Hamraborginni og mér finnst að við þurfum raunverulega ekki að vera að ræða þetta byggja lengur, við höfum að samþykkja þetta strax. Takk fyrir. Þetta var stuðþóla gott. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Gjör svo vel. Fundarstjóri, góðir félagar, Tryggvi Þórðarson heiti ég og á íbúð í Hamraborg 32. Ég er alveg sammála með Birki um það að
félagi þessu að það er til hrós. Ég kem hérna svona kannski með nokkrar athugasemdir. Mér finnst alveg sjálfsagt að verslunareigendur eigi líka fulltrúa í því sem verið að gera hérna í Hamraborgarráði og Hamraborgin yfirleitt, því að það er náttúrulega þeirra hagsmunir jafnt og okkar hvað er verið að gera hérna inn í Mýrageymslunni. Ég er hérna með reglur sem eru dagsettar 27. apríl og svo aðalfundarboði sem var hérna og það bara að ég veit ekki hvort er rétt. Það stendur hérna í þessu að það er og gegnir því sama hlutverki og félag húseigenda fyrsta áfanga miðbær í Kópavogi stendur í fundarbúðinni, en í reglunum sem eru hérna dreift að þá stendur hlutverk þess er að mynda samstöðu með eigendum séreignarhluta og í næstu málsgrein gæta hagsmuna sameignar þeirra í samskiptum við Kópavogskaupstað. Þar kemur ekki fram að það eigi að vera að taka við þessu ráði. Það er vísað hérna í reglur Hamraborgarráðsins frá 11.10.1992. Því miður þá hef ég þær ekki fyrir framan mig eða hef glutraðir niður einhvers staðar á leiðin, að ef að þar í þeim stendur að þau fari samkvæmt hvað stendur þetta? Fjórðu málsgrein fyrstu greina reglugerðar nr. 280 frá 1976, að þá stendur það að 2/3 hluti atkvæðisbærra manna skuli samþykkja allar breytingar sem eru allar meiri háttar breytingar á reglum og sölu og þýðingu. Það er svona velta þessu upp hérna. Ég er sammála því að verslunareigendur og skrifstofuhúsnæðiseigendur komi inn í Hamraborgarráð, en ég vil leita mér betri upplýsingar það hvað helst í því að Hamraborgarráði taki við því hlutverki sem að þetta félag húseigenda er og hvað stendur í samningunum frá 27. september og 10. nóvember 1972 svo og viðbóta samningnum frá 17. og 18. október 1973. Það hljóta að vera þar einhverjar skuldbindingar sem að lagðar eru á húseigendur. Það er náttúrulega skuldbindingar þar sem að lagðar eru á bæinn einnig. En ég veit ekki hverjar þær eru því ég sé þessa samninga. En ég styð það alveg heils hugar að verslunareigendur og skrifstofueigendur komi inn. Já, ég lít svo á svona til að líka þess eftir að það hljóta að vera svo að til eru reglur Hamraborgarráð komi nýjir aðilar þar inn, þá snýða þeir sig að þeim reglum. Við erum ekki að breyta reglum af lögum Hamraborgarráðsins, heldur einungis að taka inn þarna samstarfsskyldaðir rétt nýja aðila í viðbót, þannig skilst mér þetta sé. Eru fleiri sem vilja ræða þennan lið? Gjörðu svo vel á. Fundarstjóri, fundarmenn. Það að breyta kommusetning í lögum er að breyta lögum. Þannig að burt sér frá því hvort að við erum að sammála því að það komi fleiri inn, að það er ekki málið. Þetta er breyting á reglum félagsins og ef að reglur félagsins kveða svo á að 2/3 hluti atkvæðisbærra manna þurfa að greiða því atkvæði, þá verðum við náttúrulega að fara eftir því. Takk. Þá er það.
til þess að taka af allan vafa og skýra þessi mál frekar, þá mun Pétur Þór, lögmaður, taka til máls. Dómstjóri, ágætu fundarmenn. Það vissulega ágætt hjá ræðumanni að huga vel að reglum og hvernig þurfa að standa að breytingum og það þegar komið fram að Hamraborgarráðið gildi reglugerð sem er sett á grundvelli laganna fjölbýlishús og þar er kveðið á að æðsta vald í málefnum félagsins sé að sjálfsögðu í höndum almenns fundar og nú er þetta aðalfundur og þar með leið almennur fundur og þar er kveðið svo á í þeirri reglugerð 1. grein að til ákvarðana verulegar breytingar á sameign eða sölu á verulegum hluta sameignar svo og breytingar á samþykktum þá er krafist 2/3 atkvæðisberra manna. Almenna reglan er einfaldur meirihluti á fundi og ég held nú að það sé nú í strangasta skilningi kannski rétt að leggja það til grundvallar hér þó að vísu megi velta fyrir sig hvort að sérstaða þessa Hamraborgarráðs sé kannski slík að samþykktir þess falli ekki undir reglugerðina þar sem það er ekki venjulegt húsfélag heldur samansafn margra húsfélaga. Þá líka nú svo á að til þess að fyllsta öryggis sé nú gætt að 2/3 samþykki þessa tilteknu breytingu á reglum Hamraborgarráðsins. Það er svona eðlilegra þegar að kannski ekki er augljóst hvað eigi vera að halla sér af því sem að lengra gengur í því efni til þess að forðast á alla eftirmála. Þannig að ég mæli nú með þeirri skýringu þó að hitt megi svo sem verði að setja sér það stellingar. Ég þakka þér. Þá er það nokkuð ljóst að við höfum ráð styttinga fyrir okkur og við höldum áfram að ræða þennan lið orðið laust. Kjörsaður. Fundarstjóri, góðir félagar. Vafalaust er það rétt að það er nauðsynlegt að búa okkur til einhverjar reglur. Ég satt að segja þekki ekki þær reglur sem að til eru frá 1972 og 75 nægjanlega vel til þess að geta úttalað mig þær. Það eru vafalaust góðar að margur leyti en vafalaust þarf einhverjar breytingar á þeim miðað við þjóðfélagið eins og það er í dag. En samkvæmt því sem stendur hér í fundarboði þá stendur hér atkvæðagreiðsla eftirfarandi tillögu stjórnvalds. Fundurinn veitir Hamraborgarráði
Frostamannaráðinu umboð til að veita stjórninni heimild til að stofna til minniháttar fjárskuldbindinga að því marki sem eðlilega mega teljast samkvæmt hlutverki hennar fyrir slíka húseign. Mér finnst að við séum komin langt út fyrir að ræða þetta. Ég held að þarna sé verið að biðja það að fundurinn veiti Hamraborgarráðinu heimild handa stjórninni til þess að fara út í minniháttar fjárskuldbindingar. Við erum ennþá í næsta leið og utan þessu. Nú fyrirgefið, ég þá bara svona ruglaður í málunum. En þess að í öllu tilfelli þá sýnist mér það að við eigum að taka þessar menn inn af því að það alveg staðreynd að sameinaður sundraði stöndum við. En hitt reglurnar við þurfum að reynda að fá þær upp á blaði og þá náttúrulega reikna ég fallega með því að stjórnin gefi þetta út á blaði handa okkur út af því ég verður að segja þér að ég þekki það ekki nægilega vel. Takk fyrir og fyrirgefið. Já, Þórhallur. Ég er kannski ekki nógu inn í þessu máli til þess að tala þess að fyrsti. En ég verður til að veita athygli á því að þarna erum við að taka inn nýja aðila sem að hafa töluvert annarra hagsmuna að gæta heldur en við íbúðareigendur í félaginu. Það er verið að tala um okkar miklu verkefni að gera við eða standa að á einhvern hátt með bænum að viðgerð á bílastæðum sem er mjög dýrt verkefni eftir því sem er verið að tala um. Og það er verið að tala um að skipta kostnaðinum við þetta af einhverju leyti í hlutfalli við bílastæðareign. Og ef að það verður lagt til grundvallar þá erum við hver og einn sem húseigandi sem á bílastæði að taka þátt í kostnaðinum fyrir sitt bílastæði. En við erum með hvað 16 eða 17 verslanir þarna og þær eiga ekki samanlagt nema 11 bílastæði. Íbúarnir eiga 200 og 11 skilst mér, 200 eitthvað svoleiðis, 212 þetta ekki nákvæmlega. En verslanir eiga 11 bílastæði. Og ef að skipta kostnaðinum í hlutfalli við þetta, þá er þarna komið hagsmunum árekstur í máli. Mjög mikil. Þar fyrir utan, það er viðurkennt í þeim samningum sem hafa verið gerðir áður þetta, að við íbúðareigendur, við höfum kostað bílastæðin hver fyrir sig. Þau hafa verið borguð af okkur með íbúðarverðinu. En af hagkvæmnisástæðum og sem er að mörgu leyti skiljanleg, þá þótti það rétt að það væri reynt að nýta þessi bílastæði sem best. Þannig að þegar að margir af okkar íbúðareigendum vinna kannski hér og þar á höfuðborgarsvæðinu, þá er bíllinn ekki heima yfir daginn, en mikil trafík í Hamraborgina fyrir þá sem er að koma til að versla og gera viðskipti við verslanina sem það er. Svo verður það í raun og veru að hafa verslanina miklu meiri not
margföld not af bílastæðum, miklu meiri heldur en við einstaklingar, sumir eiga nú meira að segja bíl og bílastæði. Ég vil aðeins vekja athygli á þessu að þarna eru allt aðrir hagsmunir þessara nýju aðila sem við erum að taka inn og ég veit ekki hvaða áhrif það getur haft á þá samninga sem við erum og stöndum í og þurfum að gera við bæinn þessa fjármagn. Takk fyrir því. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Þórir, Kjörfell. Mér langar aðeins að greiða hér misskilningi. Hamraborgarráðið, það gerir engan greinarmun á milli aðila sem að standa bak við hvert bílastæði. Þetta eru 270 bílastæði sem eru í geymslunni og það er ekki hlutverk Hamraborgarráðsins að gera neitt greinarmun á milli þeirra. Hversu margir eignir aðila sem kunna að vera á bak við hvers bílastæði sem að tilheyra verslunar skrifstofuhúsnæðis, það kemur ekki Hamraborgarráðinu við. Það er hvorki stærra né minna heldur það ef að íbúð stæði á bak við þetta stæði og þess vegna megum við ekki blanda því saman á einn eða annan hátt hvað varðar eignarhluta. Og við verðum að hafa þetta alveg á hreinu. Það varðar frá því móti rekstur og viðhald og svo þjónustu í kringum fyrir stæði á öðrum grunni. Það kann að vera, en hvað varðar við flutninguna á mannvirkinu og frágang á því, þá er hvert stæði alveg jafnhátt öðrum. Kjörfell. Við skulum reyna svo að stytta mál okkar. Það eru svo mörg mál eftir að dagskrá. Fundarstjóri, fundarmenn. Ég sé að lögfræðingurinn liggur svo vel við fæti hérna út á kanti að ég get ekki styrkt mig að koma hérna upp og spyrja neitt spurningar. Og kannski annara sem er alls ekki sem að ég held að fundarstjóri verði að greiða úr. Það er það, ég er alls ekki klár á því hvort að verið er að greiða atkvæðum breytingar á sem að eru hérna tilgreindar í fundarboðinu eða hvort að reglurnar allar í heild sem að Þórir las upp á það, hvort að það eru reglurnar sem við erum að samþykkja eða hvort það er bara breytingin sem að stendur í fundarboðinu. Í reglunum sem að við fengum hérna við útibyrnar að þá stendur í 3. grein 1. lið að atkvæðagreiðslan bifreiðageymslum og fleira miðast við fjölda séreigna. Í reglugerðinni nefndri frá 1976 að það stendur að það eigi að miða við fjölda og eignarhluta einnig. Þess að fjölda séreignarhluta og eignarhlutan líka. Það er bara að vita hvort að þetta stangaðist eitthvað á hjá lögfræðingum. Takk fyrir. Lögmaðurinn skýra þetta frekar. Já, fundarstjóri, ágætu fundarmenn. Ég leyfi mér nú að lýsa þeirri skoðunin að þetta sé nú að þróast með dálítið óheppilegum hætti umræðuna hér. Það er ekki, þó ég hafi nú tekið undir það áðan að sjálfsagt sé að fara eftir reglum og gæta þeirra hverju sinni. Það á þannig ekki að vera markmið að gera það að aðalatriði á þess að ég ætli þó að bara skipta nokkuð af störfum fundarins.
beindi til mín spurningu og það lá í orðum hans að fundarboðið væri nú samið af mér. Það nú reyndar ekki svo og ekki mín framsetning þar og ég kannast við að hafa lesið það sjálfur sér yfir. Það er auðvitað ljóst að sé það svo að misræmi sé á milli texta þessa fundarboðs og þeirra reglna sem kveðið er á hvort sem það er í upphaflegum reglum Hamraborgarráðsins einn og sér eða reglugerðinni samþykktir fyrir húsfélög þar sem hún á við og í flestum tilvikum gildir hún og það kom kannski ekki nægilega skýrt fram hjá mér áðan að þessi tiltekna reglugerð sem vísað hefur verið til hún gildir því aðeins að annað hafi ekki verið samþykkt. Það er að segja að aðrar samþykktir hafi ekki verið gerðar fyrir húsfélög. Og ef við lítum á Hamraborgarráðið sem eitt húsfélag, eins og reyndar kemur fram í reglum þess, þá að sjálfur sér eru tilteknar reglur settar þar. Við getum sagt að séu sér samþykktir fyrir Hamraborgarráðið. En leið er vísað í þessum sér samþykktum Hamraborgarráðsins til þessarar almennu reglugerðar samþykktir fyrir húsfélög. Þess vegna segi ég að sú reglugerð á við í flestum tilvikum. Og það sem að fundarboðið má vera óglögt einhverju marki og rekst á hvort sem að sér reglur Hamraborgarráðsins eða þessa reglugerð, þá gengur það augljóslega framar. Það má alveg vera ljóst. Þá höfum við fengið þar túlkun á viðhorfi lögmannsins. Eru fleiri sem að vilja tjá sig þennan lit? Ég vil gjarnan að við styttum umræðuna þannig að við getum farið að greiða atkvæði. Ef ekki eru fleiri, þá setjum við punktinn hér til þessa umræðu. Við erum hér með atkvæðaseðla. Og við munum nota þessa seðla og greiða atkvæði þessa tillögu undir lið 2 sem ég ætla að lesa upp. Atkvæðagreiðslu tillögu stjórnar breytingar á reglum HTR dagsett 11.10.92 þar sem kveðið er á íbúðareigendur komi í staðinn eigendur allra séreignarhluta. Fyrir þetta orð íbúðareigendur komi orðið setningin eigendur allra séreignarhluta. Það er bæði íbúðareigenda og eigenda verslunarhluta húsnæðis og að fulltrúar í ráðinu séu 14-13 í stað 13 áður og gegnir með því sama hlutverki og félag húseigenda 1. áfanga miðbæjar í Kópavogi stofnað 16. maí 1975. Ég vil láta fara fram. Þetta er ekki samhljóða reglunum hérna. Það sem þú varst endanlega að lesa upp, það er ekki samhljóða því sem stendur í reglunum. Erum við að samþykkja reglurnar þessar eða erum við að samþykkja það sem þú varst að lesa upp? Við erum að samþykkja það sem ég les upp. Það gengur nefnilega mun lengra heldur en reglurnar sem voru lesnar upp áðan. Það sagði lögmaðurinn. Við skulum nota aftasta miðan. Hann er því að grá, ég vil giska á það. Við rífum hann af. Þeir sem eru samþykkir, þeir setja já. Skila þessu síðan til þeirra sem að safna atkvæðaseðlum. Þeir sem eru á móti, sjá nei.
byrja þá sem að á eitthvað sem myndi telja í atkvæði að koma. Þá er komin niðurstaða í þessari atkvæðagreiðslu. Það er samkvæmt sérfræðingum hér mér á hægri hönd 93 sem fengu atkvæðaseðla og 10 sögðu nei, 71 já og 3 auðir. Ekki allt skila sér, en þetta er niðurstaðan. Þar með hefur þessi tillaga fengið tilskilin meirihluta og samþykkt. Við ætlum að gera hérna smá breyting á dagskrá. Hérna eru mættir fulltrúar frá bænum sem vildu gjarnan heyra á umræðu sem það fer fram undir liði 6. Þá ger ég þá breytingu að á undan 3. lið tökum við 7. lið á dagskrá, höldum að öðru leyti dagskrá breyting. Og þar með næst á dagskrá er atkvæðagreiðslan samning við Kópavogskaupstað vegna sameignarinnar. Gjarnan þessi mál. Fulltrúar á bænum munu gjarnan vilja koma og taka til máls, hlýða á það sem þeir vilja segja okkur. En ég gef Þóri Steingrímssyni orðið. Þóri. Eins og þið sjáu þarna á sérstæðu var lítið. Þetta er allt og smátt til þess að ég ætla að lesa þetta. Já, þá er það bara nægja ég lesti fyrir ykkur. Því miður. Ég ætlaði að hafa þetta, en við skulum láta þetta nægja og vita hvort við getum ekki gert þetta eitthvað skiljanlegt. En eins og þið vitið þá hafa verið viðræður á milli fulltrúa Kópavogskaupstaðar og svo fulltrúa Hamraborgarráðsins að reyna að koma á samkomulagi lúkningu og frágangi á bifreiðageymslum og rekstur þeirra. Og ég ætla bara að hefja lesturinn á samningnum, hann er ekki mjög langur. En hann hljóðar svo samningur sem sagt drög dagsett 21. apríl 1993 undirritaðir Sigurður Geirdal bæjarstjóri Kópavogs fyrir þann bæjarstjórnar Kópavogskaupstaðar hér eftir K. Annars vegar og Þóri Steingrímsson formaður Hamraborgarráðsins fyrir hönd Hamraborgarráðsins hér eftir nefnt H. Hins vegar hér með okkur eftirfarandi samning. Fyrsta greinin viðgerðir á bifreiðageymslum. 1.1. Kópavogskaupstað tekur að sér að lagfæra tak bifreiðageymslu Hamraborgar 14-38 meðal annars til að stöðva vatnsleka frá Geislagarði niður í bifreiðageymsluna. Nánar tiltekið er hér að ræða liði númer 5, 6, 7, 8 og 10 í hjálpari kostnaðaráætlun deildarstjóra hönnunardeildar dagsett 25.9.1992. Þessi kostnaðaráætlun var lögð fram á fundi Hamraborgarráðsins 11. október á síðastliðnu ári og ég vænti þess að ykkur sé hún flestum kunnug. Þá er það liður 1.2. Kópavogskaupstaður tekur
Hvor aðilum sig ábyrgist greiðslu á sínu láni. Hamraborgarráðið ábyrgist greiðslu fyrir hönd allra húseigenda Hamraborgar 14-38. 3. grein rekstur bifreiðageymslu. 3.1. Kópavogskaupstað veitir alltaf krónur 800.000 til kaupa á öryggiskerfi í bifreiðageymslu Hamraborgar 14-38. Hamraborgarráð annast kaupin í samráði við tæknideild Kópavogs. Hamraborgarráðið hefur umsjón með kerfinu en viðhald og endurnýjun kerfisins fellur undir rekstur bifreiðastæðanna samanber 4. lið í grein 3.2. 3.2. Samkomulag að í stað núgildandi reglna fyrirkomulag afnota af bifreiðastæðum í fyrsta áfanga miðbæi Kópavogskaupstaðar og greiðslu kostnaðar vegna reksturs bifreiðastæðanna samanber 1. grein samnings Kópavogs við Borgir SF dagsett 18. október 1973 og 4. grein samninga Kópavogskaupstað við miðbæjarframkvæmdir SF og Ingimar Haraldsson HF dagsett 17. október 1973 komi eftirfarandi reglur. Reglur fyrirkomulag afnota af bifreiðastæðum í fyrsta áfanga miðbæjar Kópavogskaupstaðar og greiðslu kostnaðar vegna reksturs bifreiðastæðanna. 1. liður. Afnota bifreiðastæðanna skuli vera samkvæmt skilmálum við úthlutun og byggingu húsanna og skulu stæði þau sem tilheyra þessum húsum vera til sameiginlegra nota og almennra nota. 2. Eigendur séreignarhluta annast eftirlit með bifreiðageymslunni með hjálp öryggiskerfis samanber 3. grein 1. Með hliðsjón af þessu Kópavogskaupstað ekki skylt að hafa sérstakan eftirlitsmann í geymslunni samanber eldri reglur. 3. Kópavogskaupstað annast rekstur bifreiðastæðanna að öllu öðru leyti og bera á hann fjárhagslega ábyrgð. 4. Til greiðslu reksturskostnaðar bifreiðastæðanna skal Hamraborgarráðið greiða bæjarsjóði Kópavogs árlegt gjald sem skal miðað við að standa undir og svo kemur óákveðin stærð prósentu sem ekki búið að taka endilega ákvörðun af reksturkostnaði á fyrirfram áætluðum ársgrundvelli. Eigendur fyrsta áfanga aðrir en bæjarsjóður Kópavogs hvað varðar beina eignarhlutdeild í bifreiðastæðunum, það aðeins greitt fyrir íbúðir í eigu Kópavogskaupstaðar, greiða gjald þetta til Hamraborgarráðsins í réttu hlutfalli við umsamda eignarhlutdeild hvers aðila í bifreiðastæðunum samanber samning dagsett 7.7.1975 en Hamraborgarráði stendur bæjarsjóður skil á greiðslunni. Gjalddagar skuli vera 1. maí og 1. desember ár hvert til reksturskostnaðar þess meðal annars viðhald, ræsting, ljós, hiti og fleira þess aftar en undanskilið skal vera afskriftir og vextir af stofnkostnaði. Til viðhalds þess meðal einnig viðhald þaks og geislagarðs til þess teljast meðal annars þeir viðhaldshættir sem minnst á í grein 1.1. Verður kostnaður við rekstur og bifreiðastæðanna eitt rekstursár lægri en áætlun gerði ráð fyrir skal sá mismunur koma til lækkunar áætlun reksturskostnaðar næsta ár og gildir sama til hækkunar ef kostnaður reynist hærri en áætlað var. 5. liður. 5. liður. Óheimilt að taka gjald fyrir notkun bílastæðanna nema sérstakt samkomulag gert þar um. Þá 4. grein önnur ákvæði. 4.1. Árlega þurfa báðir aðilar að samþykkja áætlanir viðhaldsframkvæmdir. 4.2. Hamraborgarráð ábyrgist framvegis sem einn lögaðili að annast öll samskipti eiganda Hamraborgar 14-38 við Kópavogskaupstað vegna sameignar þar með talið fjárhagslegar skuldbindingar. 4.3. Mál sem rísa kunna vegna samnings þessa skal reka fyrir héraðsdómi Reykjaness án undangenginna sáttaumleitanna. Samningur þessi gerður í 2 eintökum aðilum til handa Kópavogi og svo fyrir bæjarstjórnar Kópavogskaupstaðar og fyrir hönd Hamraborgarráðs. Sigurður Gyrðar og Þórir Steingrímsson. Frá mínum bæjardyrum séð þá þetta ekki slæmur samningur. Aðalatriði séð það að þessir aðilar nái saman og vinni markvisst að því að gera þessa hluti. Og sannleikurinn sá að við erum orðin ansi svona
heitir nú Regína held ég, hún gekk á sínum inniskóm í vetur þegar að verst gengdi og mest snjóaði og þá var svona velgengi frá þar. Ég segi bara það, ef að við getum átt von á þessu sem ég ætla mér að ætla fullkomlega vonast eftir, og ég veit það að formaður bæjarráðs, þó ég þekki hann ekki mikið, þá gerist það að þegar hann tekur við hér fyrst, þá var hann til viðtals út í félagsheimili. Ég geti sagt að ég fari það rétt með. Og ég fer til hans og spyr hann ýmsra spurninga og ég var svolítið óvanur. Ég fékk bréfið held ég eftir 2 daga og ég ævarandi þakkláttur fyrir það. Og ef að samningarnir sem nú eru ganga eftir, að líkum dúr og þetta, þá held ég að við þurfum engu að kvíða og ég vonast eftir því fullkomlega að þetta gerist og þetta gerist vel og þetta gerist fljótt. Ég þakka fyrir. Já, ég þakka fyrir saman. Þá er það Jörsabjörn. Tímon Tím. Já, góða kvöldið. Ég langar aðeins að segja nokkur orð hérna því að ég hef bara verið hér í Hafnarborginni í 8 ár með fyrirtæki hér. Og þessi samningur, það var bara að málið nýjan, það fórst þetta. Ég hef búin að reyna á þessum 8 árum, margítrekað að fá eitthvað botn í þessi mál hjá bæjaryfirvöldum hér. Skrifa bréf og þeirra og engu verið svarað. Nú, aðalmál í þessu, svo ég gerði nú landmálstu, það er kostnaði verið skipt þannig. Ég hef ekki að fara yfir gamla tíma eða hvað ég hef búin að vera að reyna að gera hérna. Ég hef búin að vera með sportbunni hér í núna frá 8 ár og langt 13 ára. Hérna segist ekki að reyna tölur í þessu. Það er augljóst mál að þetta á að vera eitthvað þrátefnið núna næstu mánuði. Miðað mína reynslu hér í Kópavogsbæ, þá er því miður þannig að þær stjórnir eða ráð sem hafa verið hér, það hefur ekkert verið hugsað neitt hag þeirra sem búa hérna eða einnig hérna í Hafnarborginni. Og ég efast að nokkur bæjarráðsmaður eða stjórnarmeðlimir myndu sagt þessu við að koma heim til sínu við annan eins aðbúnað eins og hér er. Nú, ég var nú kosin í þessa Hamraborgarstjórn áðan og ég var að segja það er nú vonandi að það fara allt saman vel, en ég er nú bara alveg langeyður og þreyttur á að fara að standa í einhver orðaskaki eða þá að skrifa bréf sem aldrei er svarað. Þannig að ég finnst það að vera spurning bara eitt mál. Hvað býður Kópavogskaupstaður í þetta? Hvað býðst Kópavogskaupstaður til að taka þátt í því? Það er ekki okkar að svara því. Þeir eru bara verið í 17 ár. Hvernig og hvað hefur verið gert til að reyna að lagfæra þessa skemmtun hér? Hver bara ábyrgð á lekanum á þakki Bifreiðageymslunnar sem hefur valdið vegna tjónleika? Hverjir gáfu heimild fyrir byggingu á Hafnarborginni upphaflega? Hvernig var staðan þessu? Megnið af íbúum Hafnarborgar hér, þetta er fólk sem hefur ekki gífurleg efni. Þetta var venjulegt fólk. Þið hafið laun ykkar að sérka á við laun fulltrúa í bæjarráði sem situr það kannski 2 tíma í viku. Spurningin er bara svo og það sem að ég segi nú Gunnar Birgjarsson hérna, ég þekki hann ekkert, hvort var góðið að slæmi. Er hann að flytja okkur eitthvað skilaboð? Hvað ætla bæjarráð að gera í þessu? Ég segi bara það að ég hef ekki þolinmæði til að sitja einhver langa fundi eða vera að þrasa eftir svona mál. Ég var að keyra hér inn í Drugsholtsskip í 8 ár og vil frekar, svo ég segi einhver árið heilsastlega og vil aðtúa það, við stöndum mjög vel að víga gagnvart bæinn. Bæinn getur ekkert varið sig eitt eða neitt í þessu, hann er alltaf löngu verið að búin að hafa forgöngu frágang á þessu. Þetta er stærsta bygging hérna á Fjölmennisstað, þetta er viðfæri hér í Kópavogi. Það talar til fallega, bæjarfulltrúar og allir lofa hinu og öðru og enginn hefur staðið við neitt. Og ég veit að bæjarstjóri, hann er ekki eins og svara bréfi sem ég skrifa á hann. Og forráðamenn bæjar sem að svara ekki bréfum, þeir eru skertir. Það leiðir mér að segja, sama hvað er í pólitík.
Nú, ég sé svona í hendi mér bara þegar ég skoða þetta mál og það er hægt að samþykkja ákveðna hluti hérna. En í fyrsta kasti þá segi ég þetta þegar að kostnaði verði skipt þannig að K beri hvað? K á að bera 80%, 70-80% af þessu. Og framkvæmdir ætti að hefja strax. Ég gerði það kannið mér í dag af því ég átti hættu við að ég fór að kanna þessu svona stöðu okkar, réttarfarsstöðu okkar. Réttarfarsstöðu okkar er mjög góð. Og bæjarfélagið þó að standi vel að vígi, þá held ég að bæjarfélagið myndi ekki standa vel að vígi að það fengi á sig málaferli frá kannski 20 aðilum. Það er svo margt sem ég getur vísað í. Þetta frágangur hefur aldrei neitt orðið. Íbúar hérna bæði fyrr og nú hafa verið að standa í því að fá einhver lagfæringar, annarkvæmt á teikniborðinu, þetta í athugun, þar að komin í bæjarstjórn. Sko, ég tala ekki fyrir marga vönn, ég hérna fyrir okkur vestureigendur, hérna niðri. Við erum átti langt eftir á þessu. Stað okkar bara einföld í dag. Ef við fáum ekki hreina og skýr svör frá Kópavogsbústað og eitthvað raunveruleg. Okkur kemur ekkert við einhver leki, bara hvernig eru stæðið niðri. Við notum þenni garð ekki neitt. Við hefum 11 stæðið þetta saman. En við ætlum ekkert að kyngja þessu eins og þetta og ef þetta er að vera fundrast og þetta var að dragast á langinn og ég byrð Gunnar afsaka það, ég ekki að kasta skíti hann eitt eða neitt, en sem smálurst einfalt að þá kjósum við frekar málaferli við bæinn heldur að standi einhverju prófstöðusteppi í næstu mánuði. Og framkvæmdin ætti að hefja strax, það vor framöndan, það er mikið úrval af iðnaðarmönnum, hægt að selja við það á góðum grundvelli. Þannig að kostur okkar eru allir núna og fyrir Kópavogsbæ líka. Ég veit þetta milljónir en það hefur nú verið þannig þessi ár sem ég hef verið hér og ég stannar staðar. Það er yfirleitt peningur ef á að segjast að gera eitthvað sem að þeim sýnistum eða vilja eða óta sínum tóta. Nú er það við hérna. Og við erum, hvað eru margir íbúar í Hafnarborginni? Já, cirka 500 manns. Og ef að atkvæði ykkar hérna, ykkar 500 manna, við ekki neitt, þá skulum við bara láta reyna á það. Og ef að Kópavogsbústaður ætlar að leiða tíma í málaferli og prastu okkur alla hérna, þá er þeim bara velkomnir. Við erum bara búin að fá algjörlega nóg. Og ég bið ykkur að standa með mér í þessu. Þó við séum ekki stórir í eignarhluta, 11 stæði, þá mörkum við okkar og ég held að þið njótið góðs af því. Takk fyrir þetta. Já, svona í mangalöfi minna á það að öllum góðum samningum þarf að fylgja eftir með einum en tilsyn. Og eins og sagði hér áðan, þá var hér fulltrúar á bænum, Gunnar Birgisson, formaður bæjarráðs, sattum hér og Þórarinn Hjartarson, framkvæmdastjóri framkvæmda og tæknisviðs. Gunnar hefur verið málið. Fundarstjóri, góði fundarmenn, ég vil nú byrja á því að óska ykkur gleðileg sumars og þakka fyrir að fá að vera með ykkur hérna. Ég ætla nú að vera með ykkur þegar við opnuðu félagsráðstöðum en allt ekki heimanginn. Nú, ég vil nú fagna því hvernig staðan er orðin í þessu máli. Nú, þegar að við komum að þessu máli, þá byrjum við náttúrulega að leysa þetta því þetta er búið að vera okkur og ykkur til skammar. Nú, til að þetta væri mögulegt að þá varð að stofna fyrir ykkar hönd lögaðila sem kæmi fram sem einn aðili fyrir hönd íbúðareiganda og verslunareiganda. Og það er að vera lokið hér. Þá geta menn það að tala saman. Við sáum að við myndum ekki fara í þetta nema að tala í fyrir. Það var fyrsta þess. Svo getum við saman. En ég hef getið talað fyrir mun allra í bæjarstjórn að við erum mjög ánægðir með að þetta er að komast á lokastig. Og leið að þetta er búið að það náttúrulega þurfa að togast á þessar kostnaðarprósentur. Hér á þetta
nokkur atriði sem þarf að gera hér. Það var að steypa bílabrunn eða setja nýtt slitlag og akstursleiðirnar og stæðin. Það þarf að mála bílageymslurnar. Það vantar betri lýsingu. Það vantar klæðingu og þéttingu á stigahúsi. Þétting meðfram húsum. Gólflögn meðfram húsum, og þetta eru gallar sem kannski voru léleg vinna í upphafi. Hellulögn og niðurfellt í garði sem eru stífluð og annað. Yfirborðsfrágangur. Springleikkerfi ekki í lagi. Lagt var einhver kæling í garði. Og svona annað sem á lengi kæling. En ég held ekki getið sagt það, við þurfum ekki huga því bærum að vera standi í einu málaferðum. Það er svo langt frá því. Þess vegna reyndu við að fá þetta fram, þannig við getum saman. Það var ekki hægt að semja á það. Það var ekki nóg bara að lofa að segja og gera eitthvað. En ég held að bærin sé tilbúin til að teygja sig verulega til að ná samningu við Hamraborgaráð í þessum málum. Og það verður engir margir mánuðir í fundum. Við getum klárað þetta næstu 2 vikum. Og ég er sammála Símon því að það þarf náttúrulega að hefja framkvæmdir hér mjög fljótt við sum atriði. Við þurfum ekki að láta að gera úttekt á þessu, sem kannski byrja svona gróft, en það þarf að gera úttekt á þessu. Hvað steypuskemmdirnar láta miklar og annars slíkt. Þannig að það getur ekki gert eins og smella fingri. En það er að byrja á þeim framkvæmdum hér í sumar sem viðkoma garðinum og sem þarf að hægt að gera við lekana og annars slíkt. En ég verð nú að fá að rósa hérna Hamraborgaráðum fyrst ég komin hingað og sérstaklega formannum og Þóru Steingrímssyni sem hefur unnið með miklum dugnaðarverki í þessu til að koma þessu pappir. Og þakka við bæjarfulltrúanum hans starfi í þessu. En að lokum þetta, bærinn er tilbúinn núna þegar þið eru tilbúin, þegar þið eru búin að gera eitthvað samþykktið hér í kvöld, að það var bærinn tilbúin til samninga. Það verður ekki margir fundir og við, það er jafnmiklu hagsmunir bæjarins eins og íbúa eiganda að þetta gangi. En ég er alveg ósammála því og þeirra aðferð að hóta mönnum með að fara í málin og svona. Menn gera aldrei samninga undir hótum, það gengur ekki. En eins og ég sagði áðan að bærinn er tilbúin til að teygja sig verulega til að ná samningu í málin og ég vona það verði. Og þá er meiningin að byrja í sumar á þessu, vinna yfir þetta í vetur, þetta vinna hluta eitt í vetur og ljúka þessu næsta ári. Þannig að við erum búin hér fyrir næsta haust og jafnvel fyrir. Hefðist ekki það er fyrir. Þannig að það liggur alveg á hreinu afstaða bæjarins sem málum. En við viljum ekki fara í þetta fyrir þessi lögaðili sem eru til og verslunareigendur væru orðin til. Og þakka ég fyrir að það voru með okkur. Ágætt orð, okkar. Það er nú eins og svo að þetta blessa mál hefur dregist honum framan. Það er nú saman komið tími til að við fáum enn til þetta mál. Ég er nú sjálfur búinn að búa hér, sem aðeins að mismóta aðstöðum þessa fundar. Ég er sjálfur búinn að búa hér, frá 78. Og hef þar aldrei tekið þátt mjög í umfjöllun þessi mál í gegnum árin í ýmsum nefndum bæjarins og fyrst með viðhorfum manna. Það verður að segjast að miðbærinn hefur ekki átt mikið á pallborðu mörg ár og í ljósi þess að sveitarfélög allir kringum okkur eru farin að huga sínum innri vandamálum eða miðbæja vandamálum, staðan fyrir áður fyrir var þetta þenslu vandamál og ný hverfi. Nú eru sveitarfélögin farin að huga að miðbæjunum sínum fyrir allt í kring. Við lesum þetta næstu því í hverju viku. Það er að gerast hér í nágrannabyggðum. En þá er það okkar von að slíkir straumar ná hingað til okkar og það fara að gerast eitthvað hér með þeim hætti að við öll erum sátt og kátt og miðbærinn
sannmælis áður en yfir líkur. Nú, Freyr, ég held að þú hafi fyrir málum að þetta. Það gjör svo ekki á, veit ekki það. Fundarstjóri, góðir fundarmenn, Ásmundur Jónsson heiti ég. Það mikið rétt sem að menn hafa hér sagt að þessar þessu bílageymslur eru til skammar og ekki síst kannski Kópavogskaupstað. Ég get nú samt ekki setið á mig að gera smá athugasemdir við það hvernig þetta mál borið uppgert. Það er að segja, mér finnst afar óeðlilegt þrátt fyrir alla þá góðu og miklu vinnu sem búið að leggja í þetta mál, að það sé hægt að ætlast til þess að við hér í kvöld samþykkjum einhvern samning eða samningsramma sem er að ansi miklu og stóru leyti óútfyllt. Fyrir mér er það eins og ég sé að hluta til að skrifa upp á óútfylltan víxil og það hef ég ekki fyrir sig. Það er nefnilega svo að þó að Þórir hafi nú sagt hér áðan að einhver kostnaðaráætlun, frumkostnaðaráætlun liggi fyrir og hafi verið gert, má það vel vera. Ég hef að vísa ekki séð það mál, ég er nokkuð viss að svo erum fleiri. Ég held að það sé talsvert nauðsynlegt að fólk geti nú svona nokkurn veginn gert sér grein fyrir því hvað verkið muni kosta. Í öðru lagi held ég, og segi fyrir mína part allavega, ég get ekki greitt þessu atkvæði nema ég viti hver á að vera sá hluti sem íbúar og eigendur séreignarhluta í Hamraborginni eiga að borga. Ég vil vita hvað Kópavogskaupstað ætlar að leggja í þetta áður en að ég get farið að samþykkja einhvern samning sem fulltrúar aðila síðan skrifa undir og ég hef ekkert að segja. Þess vegna er komin hér fram tillaga sem ég ætla mér að leyfa að lesa á eftir og leggja hér fyrir fundinn. En áður en ég kannski geri það, þá vil ég líka benda á að í þessu blessaða blaði Hamraborgin sem er dreift og er sjálfur sér fyrirgavert framtak, þá koma það líka fram atriði sem skipta svolítið máli í þessu. Það er vitnað til þess að það sem hendur sér kapalkerfi að þá hafa ekki verið hægt að koma um upplýsingum þessi samningsdrög og framfæri og ekki þar alveg hægt að kynna mönnum málið til fullnustu. Ég get nú því miður ekki alveg samþykkt að ég held að það sé ekkert meira mál að dreifa upplýsingum þennan samning og þennan samningsdrög heldur en að dreifa Hamraborginni sjálfri. Það er ekkert flóknara dæmi en það. Í öðru lagi segir að nú þurfi að sýna samstöðu því það er til að reyka smiðsveikir og semja prósentuskiptingu. Jafnframt í sömu setningu segir, með leyfi fundarstjóra, það segir hér þessi setning, nú væri eftir að semja kostnaðarskiptingu í prósentum, en það væri nú alfarið undir pólitískum ákvörðunum meirihluta bæjarstjórnar Kópavogskaupstaðar að ræða. Hvað á það að semja? Ef meirihluti stjórnar Kópavogskaupstaðar á að ákveða prósentuna, þá er ekki að semja neitt. Það er bara svo að ég einhvern veginn get ekki fengið mig til þess að ætla að fara að skrifa upp á einhvern svona óþyrtan vísil og samþykkja þetta öðru sem ég viti nokkurn veginn upp á hvað ég er að skrifa. Þess vegna legg ég, og við erum þrír sem leggjum hér fram eftirfarandi tillögum. Aðalfundur Hamraborgarráðsins haldinn 27.4.93 samþykkir að afgreiðslu á samningi Hamraborgarráðsins við Kópavogskaupstað vegna bifreiðageymslu Hamraborgar 14-38 verði frestað óákveðinn tíma en að boðað verði til sérstæðs fundar þetta mál þegar eftirtalin atriði hafi verið uppfyllt. Fyrsta, nákvæm kostnaðaráætlun vegna samningsins, það er framkvæmd og rekstur sem hann tekur til liggi fyrir. Annað, skipting kostnaðar milli Hamraborgarráðsins og Kópavogskaupstaðar liggi fyrir. Þriðja, eldri samningar og reglur sem vitnaði til í samningi þessum. Það er annars vegar Kópavogskaupstaðar við Borgir SF, það er 10.73 og hins vegar Kópavogskaupstaðar við Miðbyggðarframkvæmdir SF og Ingimar Haraldsson HF, það er 17.10.73 liggi fyrir og gera megi sig grein fyrir í hverju breytingar þær eru fólgnar.
skal boða viku eftir að samningurinn ásamt þeim gögnum sem að ofan er getið hefur verið sendur öllum eigendum séreignarhluta í Hamraborg 14-38 svo þeir hafi tíma og ráðrúm til að kynna sér málið til fullnustu og móta afstöðu sína. Undir þessa tillögu rita Ásmundur Jónsson, Ólafur Ólafsson og Einar Ólafsson. Og ég afhenda hann hér með fundarstjóra. Nú eins og þarna kom fram þá viljum við líka gjarnan fá að sjá þá samningu og þær reglur sem við verða að vitna til í þessum nýju samningsdrögum. Hvers vegna? Jú, vegna þess að ég er ansi vissum, ef ég þykist vita það, að í þessum reglum séu einhver ákvæði það með hvaða hætti þessi mál hefði átt að vera. En ég er líka jafnframt viss það að meirihluti íbúa hér hefur ekki hugmynd hvernig þessar reglur eru, eða þessi samningar. Þar af held ég að það sé voðalega gott að menn viti hverju er verið að breyta. En sem sagt númer 1, 2 og 3, ég vil fá að sjá prósentuskiptinguna og kostnaðaráætlunina áður en að ég get samþykkt einhvers konar samningsdrög. Tek hins vegar undir það sem hér hefur verið sagt. Vinnan sem hér hefur verið hendi var nauðsynleg og ekki engin spurning um það og margt í þessu sem hægt er að samþykkja en mér finnst bara vanta aðalatriði. Takk fyrir. Já, ég þakka áfram fyrir, það er komin hérna fram þessi tillaga að lasa hann upp hér áðan, innrættir umfjöldunar, ásamt með liði 6. Ég vil minna á að það er ekki tilgangur þessa fundar að taka endanlega afstöðu til samningagerðar milli Hamraborgarráðs og Kópavogsbæjar. Það sem verður gert hér samkvæmt þessari tillögu sem kemur frá stjórninni að það er fjallað hana svo langt sem hún nær. Það er engar tölur nefndar, engar prósentur nefndar. Þar meðan þetta er ekki hægt að fjalla og ganga endanlega fram samþykkt þessa tillögu. Það sem þarf að gera er að veita stjórninni umboð til þess að halda áfram samning við bæinn á þeim nótum sem þarna koma fram í fyrsta lagi. Í öðru lagi, þegar að tölur liggja fyrir, þá mun stjórn Hamraborgarráðs boða til auka aðalfundar, kynna þær tillögur með þeim hætti sem henni ber samkvæmt lögum Hamraborgarráðs. Þær tillögur verða bornar í öll hús og það verður hafður löglegu fyrirvara því. Þannig var meining stjórnarinnar að standa málum. Ég trúi því að það sé vitrænt, hún sé að gera rétt, það sé ekki hægt að gera þetta öðru sem í 2 þrepum. Það er tilgangslítið fyrir stjórnina að starfa stillt með viðsemjenda sínum á þess að vita hvort hún hafi til þess smá stuðning. Og hún er að sækja í þennan fund smá stuðning til þess að fá að halda áfram störfum. Við erum ekki í vinna á það að taka afstöðu til kostnaðarþáttar, þetta er bara hvernig samningur kemur líka út. Það er ekki rétt að það sé einungis á hendi bæjarstjórnar Kópavogs að ákveða þessar tölur eða prósentur vegna þess að þegar að þeir semja þá eiga þeir í hlut. Og það er samþykki beggja. Ég minna á það að bæjarfélag er ákveðs bæjarfélag, stendur að málum lögfróðlega eins og því ber og við ætlum að reyna að gera það líka. Það er ekki flókið. Eftir sem áður er ákveð laust. Kannst þú ekki að biðja orðið þarna í rauðinguna þér? Það er ekki Birgir. Fundarstjóri, góðir félagar. Ég verð nú að segja alveg hreint eins og er að ég var svolítið hissa þegar Þórey fór að lesa fyrir okkur þennan samning. En ég heyrði það á fundarstjóra, ég hef misskilið málið, en ég skildi það þannig, eins og stendur svona í fundarbúðinu, að við ættum að samþykja einhver samning við Kópavogskaupstað eða skiptingu á greiðslu og öðru slíku hvernig þetta ætti að byrja eða að fara í gang með málið. Þannig að ég sé ekki að við getum
mín skoðun er svo að það sé alls ekki hægt að samþykja þetta og eins og kom hér fram áðan að fundarstjóra að stjórnin væri að leita eftir stuðningi til að halda áfram samningaviðræðum við Kópavogsþurrkar. Ég stóð endilega í þeirri meiningu að stjórnin hefði fengið í haust umboð til þess að fara í þessu samningar og ég var með það í huga að nú væru samningarnir hér við umræðu eins og þeir kæmu til með að vera og þar með þessi prósenta á kostnaðarskiptingunni. En ég hef greinilega misskilið þetta en ef að stjórnin er að leita eftir áframhaldandi stuðningi og hefur hún fulla stuðning frá mér að minnsta kosti til þess að halda áfram málunum. Ég var alveg feginn að heyra það hjá Gunnari Birgissyni að þetta tæki ekki einhverja mánuði og ekki byrjaði haust. Bara hálfa mánuð þannig að það verið búið að gera efnasamning þannig að það er hægt að byrja strax í næsta mánuði og þá ætti það að vera eins og hann sagði búið löngu fyrir ágústlok á næsta ári. Nú okkur er það lífsnauðsyn, ég segi nú ekki lífsnauðsyn, en bráðnauðsynlegt að við komum í gagnið strax þeim myndavélum sem er hugmyndir að setja upp hérna niður í bílageymslunum til þess að fylgjast með til dæmis bílunum okkar sem eru þarna niðri. Mörg ykkar hafa ábyggilega orðið fyrir því að það hefur verið farið inn í bílunum eitthvað brotist að reynd og stólið, röflað og ræð. Við sjálfum varð fyrir þessu í haust. Nú, maður hefur aldrei tangarhald á þeim sem að þetta gera og jafnvel þó það hefðist, þá hefst ekkert út af því, annað en vesenið. En ég er ákveðlega feginn því að Gunnar upplýsti upp það að það er hægt að byrja bara strax í næsta mánuði og mitt uppáð hefur stjórnin áfram til þess að fjalla samningin er endilega komiði með samningi fullt tilbúin til okkar eins og til að hann hljóðar upp á sem kom fram hér áðan og styðji hana fyllilega. Takk fyrir. Svona þess að þá frekari skýringar á stöðu mála þá tel ég rétt að lögmaðurinn hér komi og segi nokkur á. Samningin eigi að fara fram og það er nú svo að þegar að til þessa fundar var boðað þá gerðu menn sér vonur að hugsanlega yrði búið að ganga frá samningi við bæinn sem að hægt var að leggja fullbúinn fyrir þennan fund og þess vegna var orðalagi með þessum hætti til þess að nýta þá þetta lag, þennan fund til þess að taka afstöðu til samningsins ef hann yrði komin á borðið. En nú er það auðvitað ljóst eins og mjög rækilega hefur bent á að samningurinn er alls ekki fullgerður. Þetta er aðeins samningsdrög, svona rammi og eftir að kveða á mjög mikilvæg atriði. Þannig að þar af leiðandi er ekki hægt að bera samningin, sem þetta er ekki enn gerður, undir atkvæðagreiðslu hér og nú. Þess vegna þessi tillaga sem kom fram áðan, hún er í sjálfu sér óþörf, hvað var það mjög í fyrir hlutan. Fundur getur hins vegar samþykkt það að beina því til stjórnar hvernig að kynningu samningsins eigi að standa. Út af þessi lítur síðar hluti tillögunnar að því og það eru þetta fundarins að taka afstöðu til þess en ég held að hálfu stjórnarinnar verði í allt gert til þess að kynna samningin og öll gögn að baki honum eins vel og nokkur kostur er með góðum fyrirvara fyrir þá næsta fund eða þann fund sem boðað verður til sérstaklega til að taka afstöðu til þessa samnings.
samningsins, ég ætla að láta aðra það að öðru leyti, en aðeins að víkja samninginu sjálfur. Nú, ég líti á þetta sem eiginlega tvö aðskilum mál, annars vegar sem samningum ljúkningu framkvæmda, ef svo má segja, og hins vegar rekstur bílageymslna. Nú, ef við lítum aðeins til þess tíma þegar þessar framkvæmdir, eða þegar þetta var byggt, þar sem við búum, að þá má segja að þessu hafi aldrei verið lokið, þessum bílageymslum var aldrei lokið. Það var ýmislegt sem kom til, verktaka fór á hausan og þýlengt. Og það má segja sem svo að við sitjum uppi með skellin, núna mörgum ára setna, við sem komum hérna næstu 20 ára setna, við erum hérna að fá í baki gamla syndir. Nú, ég vil nú kannski aðeins líka því að bærinn kannski ekki alveg saklaus í þessum máli heldur. Það voru rótgróðir draumar 7. hér fyrir 20 árum að koma hér upp öflugum miðbæ. Hérna átti meðal annars að byggja bæði hús og torg yfir Gjána sem er hérna milli bæjarhlaupana. Hér átti að vera verslanir og menningarsetur. Altså bílastæði áttu að vera hér og hefur sjálfsagt verið horft til miðbæjarins í Reykjavík. Hér átti að vera að bílastæði gjöld væntanlega með stöðumælum eins og tíðkast á að verulegu leyti. Og þessi bílastæðagjöld átti að standa hér undir rekstri. Nú, þessi miðbær hann hefur aldrei verið kláraður og verður sennilega aldrei í þeirri mynd sem hann var upphaflega. Þannig að við sitjum þarna uppi með hálfgert svona viðundur sem er þessi bílageymsla sem er eiginlega hvorki prívatni almenningur. Að formunum til að eigu við þetta, jú, og við getum ekki horft fram með því. Hins vegar er það svo að það var í uppbæðarsamningnum og bærinn heldur því mjög skýrt fram að þessi bílageymsla sé opin, sem sagt eins og það er orðað til almennra nota og sameiginlegra nota. En eins og ég sagði þarna áðan, við eigum þetta og við getum ekki horft fram hjá því að við verðum að taka þátt í kostnaði við að fullgera þetta. Það hefur enda hressaða sjónarmið. Ég hef heyrt það hérna í Hamraborginni að við eigum þetta að koma okkur ekki við því að þetta sé alveg bæjarins. Þetta er ekki rétt, við getum ekki litt þennan málið. Þess vegna tel ég það mjög brýnt og ég tel þennan samning að því að varðar ljúkningu framkvæmda mjög svona, hvað ég segja, athyglisverðan eða ég get alveg tekið undir þá stefnu sem það er mörkuð. Þegar kemur að rekstrinum, þá er hins vegar allt annað upp á teinunum. Þá er dregin upp gömul klásúla sem var í uppbæðarsamningnum. Ég var að lesa svona, ég er með svona uppskrift á hana þarna borðið mér. Ég var að hugsa að koma að lesa það fyrir ykkur. Ég laði henni líða því að þetta er svona torfa að fara í gegnum að það gengur ekki upp. En sem megin línan í því, í rekstristæðina var svo að þeir sem vildu nýta sér stæðin og hafa sem forgang af stæðunum og þá fyrst og fremst íbúðarhúsana, þeir skyldu greiða ákveðið gjald sem rynni til rekstrar og síðan áttu stöðumælar að borga væntanlega það sem ávantaði. Sem þeir sem ekki nýttu sér stæðin, þeir áttu raunum ekkert að borga í rekstrinum þó þeir ættu stæðið þetta. En eins og ég sagði að einhver staðar á leiðinni að þá hrundi þessi bílastæð eða þessi gjaldskyldu hugmynd datt út úr dæminu. Hvort að það var Kringla sem endanlega rótaði þetta eða ekki, það skiptir raun og ekki máli. Það hefur stundu verið vitna til hennar að það sé ókeypis staðið þar. En þetta skiptir ekki máli hvort að það er eitthvað annað. Við höfum að taka málun eins og að stendur núna. Og ég sé ekki að það gangi að það sé einhver X upphæð sem að íbúar í Hamraborg eru rukkaðir, einir bæjarbúar reksturs bílastæða sem eigi að vera til sameiginlegra nota og almennara nota. Ég sé bara ekki að það gangi. Þess vegna hef ég lagt þeirri hugmynd við að við tækjum á okkur rekstur eða sjáum, ég ætla ekki að segja rekstur, heldur umsjón þessa gæslukerfis sem hugmyndin er sett upp,
sem á að koma í staðinn fyrir lifandi gæslu, eins og upphaflega hugmyndi var. En við tækjum að okkur að fylgjast með þessum tækjum og sjá til þess að þau gengju. En sem þetta aðrir liðir rekstrarins, þar við fyrst og fremst að tala lýsingu og þrif, að þeir eru höndum bæjarins. Ég telti þetta mjög einfalt og jafnframt mjög aðgengilegt fyrir bæði bæinn og íbúana. En að fara að draga upp þessa gömlu klásum kostnaðarskiptingu og prósent í því tilfelli, ég tel að sú hugmynd hafi dáið með stöðumálunum. Þegar þeir dóu, þá hafi þessi klásur dáið líka. Takk fyrir. Það var einhver kona bara að biðja orðið tvisvar að gera sér vel. Ég biðja okkur að vera fyllilega stutt orð. Marjana. Góða kvöldið, ég bý hérna á Hamraborg 24 og það er ekki að langorð en langar til að spyrja hvað sem situr hérna hvort að þeir búa ekki allir í Hamraborginni vegna þess að mér skildist að mannurinn sem að heitir Símon, hann sé verslunareigandi og mér langar líka til að spyrja því hvort hann búi í Hamraborginni og hvort við hefum verið að kjósa hann í Hamraborgar. Það komið fyrirspurn. Eitt veit ég að Símon rekur hér fyrirtæki í bænum. Hvort að hann býr ekki hér. Búi í Hamraborginni? Nei, segir hann býr ekki í Hamraborginni. En það var að kjósa hann í Hamraborgarráð. Eru fleiri sem taka mál? Já, Björnsveld. Þú var það uppi á öðrum ball? Nei, það var annar fyrir aftan, já, hann var undan. Fundarstjóri, góðu fundamenn. Ég heiti Steinþór Ólafsson í Hamraborg 26. Þetta mál er verið geymst alveg sérstæða því leyti, eins og fram komið á því, að þetta er annars vegar einhver með þeim kvöðum að þetta sé til almennra nota. Mér finnst persónlega að það sé óréttlátt að bæjaryfirvöldum reynilega ætlast til þess að við greiðum meiri kostnað til þess að ljúka þessum framkvæmdum sem eftir er. Og ástæðan fyrir því vil ég sem sagt rökstuða þannig: ef ég byggja mér hús, einbýlishús, þá borga ég ákveðin gatnagerðargjöld. Það er stofnkostnaðurinn af götunni á húsinu og gatan er sem slík almenningseign, umferð fyrir alla, en reksturinn á þessari götu fellur á alla íbúa Kópavogsbæjar, það er að segja viðhald og rekstur. Það er fyrir utan stofnkostnaðinn. Sama gildir raunverulega bílageymsluna. Við erum búin að borga okkar gatnagerðargjöld í upphafi þegar hús er byggt. Öðru lagi erum búin að borga stórar upphæðir til þess að byggja bílageymslu til almenningsnota og ég ger engan greinarmun á því hvort að það heitir sameiginleg not eða almenningsnot. Og ég bið þá þeim sem betur veit ég, hver er í rauninni mismunun á því? Er það ekki sameiginleg not allra íbúa bæjarins
jafn almenningsnot þeirra sem eru gestir. Þannig það er ekki mál. Þess vegna er það mín tillaga og áskorun til samningsnefndarinnar að það er farið fram á að Kópavogskaupstaður ljúki þeim framkvæmdum sem að fyrirhugaðar eru og annist almenn viðhald á eigninni sem hver gata og bílastæði sem að bærinn á, en við tökum á okkur eins og nú er að bjóðast til að vaka yfir geymslunni í gegnum okkar sjónvarpskerfi þar sem að við erum sérstaklega hagsmuna að gæta því þar sem bifreiðar okkar standa þarna allan tíma að hluta af hverju sólarhring. Vegna þessa sérstöku kvaða sem ég tek á að þetta sé fyrir almenning, einkaeign okkar, eða það sem mætti ætla í bæ vegna þess að við lögum þetta hér. Við afsölum okkur í sjálf og sér að við samþykjum að þessi eign sem við fjármögnum í bæ sé til almenningsnota. Þá er eðlilegt að bærinn komi inn og klári dæmi. Gangi frá þessu viðhald og endanlega framkvæmd. Ég ætla ekki að fara fram þessa tillögu í skriflegu formi en vona að samningsmenn Hamraborgarráðsins tilmæli, ég hef sagt, þetta er hugmynd og tilmæli, ábending, takið til athugunar þegar áframhaldandi samningsviðræður kemur og ég hvet á eindræði til þess að klára þessa umræðu sem allra fyrst, senda öllum íbúum og eigendum í Hamraborginni samningsdrögin eins og þau myndu verða að ræða fyrir til samstaklega. Ég þakka fyrir góðum þetta. Ég þakka Steinrún, gjörðu svo vel, þú varst staðinn upp hann á þennu. Hvort að hérna maður hefði misskilið þessa greinargerð sem við erum að heyra hér og lesa í sambandi við samninga við bæinn. Ég get ekki séð að við erum að greiða hér og nú atkvæði samning sem ekki er komin á meira umræðustig en þetta er. Ég fæ það ekki séð og þess vegna vil ég bara spyrja að því. Er það misskilningur hjá mér? Að við eigum að samþykkja þennan samningsböð. Ég ekki. Meðan að samningur er ekki komin lengra en þetta, þá get ekki ímynda mér við getum samþykkt það. Ég spyr. Ég bara óska eftir og ég vil nú þakka Gunnari Birgissyni fyrir hans innlegg aftur og enn. Og ég held að við séum ekki, ég held að segja það alveg hér og nú, ég held við séum ekki einir þar sem að Gunnar Birgisson er. Og ætla ég ekki bara að segja þetta vegna þess að hérna hann muni gangi þá gildru vegna þess að ég er að segja þessi orð hér. Það er bara reynsla af manninu sem ég er aðeins að segja ykkur og ég ætla að bæta því við að ég ber ennþá traust til ykkar og mjög mikið traust til ykkar sem er í samninganefnd fyrir okkur að þið látið þar ekki deina síða heldur því það þarf líka að halda vel á málum. Takk fyrir. Það eru hérna ennþá nokkrir á mælendaskrá, 5. Ég er að loka henni, þannig að ef einhverjir eru ekki búin að melda sig þá hafa þeir smá stund. Já, ég get eiginlega tekið undir tillögu þremenninganna hérna að vísa málinu frá eins og það liggur fyrir núna. Og það er ekki búin að færa rök fyrir því að þetta er hvort í fugni fiskur, þetta plagg sem að hér er talað í aðalboðinu, atkvæðagreiðslu samning við Kópavogskaupstað vegna samningarinnar. Hann er aðalatrið er náttúrulega
það liggur ein áætlun fyrir gömur það hvað þetta vil kosta og hún var upp á tæpa 40 milljónir, 39,5 milljónir, svo þess að sú stærð er einn til sem eitt hefur verið nefnt hér. Já, ég þarf náttúrulega í raun og veru ekki að hafa þetta lengra, ég bara vona að menn sjáu það, því að það er hægt að afgreiða þetta svona, málum verður að fresta og ég vil, þó ég geti tekið að ýmsu leyti undir takklæti til Hafnarborgarráðsins fyrir þeir búið að vinna tölvöld störf, þá finnst mér að hann verið staðið mjög illa að þessum lið mála hér fyrir þennan fund að það skulle ekki hafa verið meira gert í þessu og sérstaklega það að það er komið þarna nýr samningur sem er dagsettur örfáum dögum eftir að síðasta uppkast sem okkur var sýnd og ég hef í mínum höndum en það er dagsett 21. eða fyrir 5 dögum og það var ekki gert svo mikið að taka ljósrit af þessu samningi og láta okkur hafa það í hendum svo í dag sem vita hvað þessi samningur hefur það. Ég treysti mér ekki til þess þó hann hafi verið lesin upp hérna fljótlega að gera mér grein fyrir því. Svo hvað í okkur stendur þannig ég skrif ekki upp á þann óbreytta vísi. Ég vona að það menn til samtidig að pressa málunni eins og til að rímanningana sögðu. Já, Vítur, þú varst búin að biðja orðið þarna, já. Ég ætla bara að minna á það að tillaga stjórnar var lögð fyrir að mér skilst eins og lögmaðurinn kom hérna inn á áðan gangandi út frá því að fyrir lægju frekari upplýsingar um það hvernig að samningur leit út. Tími vannst ekki til þess að ganga frá slíkum tillögum. Þar með komin svona ákveðin annmarki á tillöguna. Ég veit til þess að það verður komið inn á það hérna strax á eftir á hálfu stjórnar og á hálfu þeirra þrímenningar sem koma fram í tillögu að það koma fram tillögur til breytinga á þeim báðum tillögur sem fyrir liggja þannig að því leyti verður komið til móts við þetta sjónarmið. Ingólfur Björn Sigurðsson heiti ég bý á 16, komið sæl og fundarstjóri. Ég bý í þessu húsi eins og fólk býr í húsi í borgum að Östum og hérna keyri bíl. Og við, eða í húsinu sem ég bý í, þar er bílastæði undir húsinu sem ég bý í staðinn fyrir að vera við gangstéttina út á götu eins og hjá mörgum öðrum er. Ég gæti fundið sjálfsagt hérna einhvers staðar rétt hjá þannig stæði. Þarna undir húsinu hjá okkur, þar er opið svæði. Leyfðu mér þess að bæta þessu inn í, ég ætla ekki að fara að tala alveg sömu hluti og mörg ykkar hafa nefnt sem hafa verið rétt fínir. Mér langar að tala um það að þarna undir er staður þar sem að fólk kemur ansi mikið inn í. Börn og unglingar eru mikið þarna, fólk labbar þarna í gegn og það eru ansi margir sem eiga leið þarna fólk kaupir sér mat í Nóatún búðinni og kemur þarna inn undir og borðar. Suðakjama og mús og hendur svo umbúðanum einhvers staðar. Það er ekki ruslafötur þarna undir. Þetta er miðbærinn í Kópavogi. Mér finnst Kópavogs kaupstaður haga sér töluvert bjánalega, ef ég segi svo. Hvað varðar einn af svona stöðum sem eru í þessum miðbæðar hérna? Við, íbúarnir, við erum að tala um það að kaupa myndavélar til þess að vakta bílana okkar. Ég held ég veit ekki hvort að ástandið er verra mér á Flemmi, en það hefur æði oft verið farið inn í bíla, þá með því að brjóta á þau, eitthvað tekið úr þeim og þetta hefur kostað marga mikinn pening. Mér finnst að Kópavogs kaupstaður út frá svona hlutum ætti að búa betur að því fólki sem að
fer þarna og já, eða einhvern veginn sjá þeim fyrir einhverjum öðrum samastað heldur en akkurat innan í bílunum okkar þannig að þeir séu ekki skemmtir. Ég ætla að tala um þetta er líka svona félagslega aðstæða fyrir hans í marga og það er ekki okkar beint að standa undir því frekar heldur en fólks í Austurbæ þarna megin eða þarna megin við okkur. Takk fyrir. Þess vegna er tillagan sem ég flutti hér áðan eins og hún er. Af því að ég hélt eins og margir aðrir það ætti að greiða alltaf samning. Ég get hins vegar, svona til þess að reyna nú að sætta sjónarmiðin sem það stendur, fallist á það og við þreminningar að það verði gerð smávægileg breyting á þessari tillögu okkar. Sérstaklega þar sem að stjórn Hamraborgarráðsins lítur nú svo á núna að hún sé að fallast eftir umboði til þess að klára einhverja samningagerð. Þá ætlum við að leggja til breytingu á okkar eigin tillögum það að í staðinn fyrir að segja að afgreiðslu á samningi við Hamraborgarráðsins og Kópavogskausta verði frestað óákveðinn tíma að þá komi að aðalfundur Hamraborgarráðsins haldinn 27. apríl 1993 samþykkir að samþykkt á samningi Hamraborgarráðsins og Kópavogskausta vegna samvinnar eða vegna bílageymsla verði frestað samningagerð er lokið. Að öðru leyti stendur tillagan óbreytt, það er að segja við viljum að þar sé inni óbreyttur kallinn það hvernig málið skuli kynnt og hvernig að því skuli staðið, að við fáum gögnin í hendur með góðum fyrirvara og getum kynnt okkur það á móta okkur afstöðu. Við teljum að það sé mikilvægt að sákalli sig inni vegna þess takið nú eftir. Þeir sögðu hér bæði lögmaðurinn og fleiri að þeir hefðu gert sér vonir að það yrði tilbúin samningur sem ætti að leggja hér fyrir okkur. Og ætlustu þið þá virkilega til þess að við samþykktum hann bara svona eittur og því. Bara læsum hann yfir hér í kvöld og samþykktum hann. Með tilliti til þess aðna þá verð ég nú að segja að við teljum að hafa mikilvægt að kynningarkaflinn eða sá hluti þessar til okkar standi óbreyttur. Það er að segja að menn fái þetta í hendur með minnst ríku fyrir. En sem sagt, tillagan stendur óbreytt á öðru leyti en því að það komi þarna inn að samþykkt á þessu verði frestað uns samningagerð er lokið. Takk fyrir. Eftir tveir á mælendaskrá. Ég hef hugsað mér að láta það gott heita. En ég ætla að lesa upp þessar tillögur í heild sinni sem hérna til umfjöllunar eins og hún lítur út frá þeim þremenningum. Aðalfundur Hamraborgarráðsins haldinn 27.4.1993 samþykkir að samþykkt á samningi HBR við Kópavogskaupstað vegna bifreiðageymslu Hamraborgar 1438 verði frestað uns samningagerð er lokið en að boða verði til sérstaks fundar þetta mál þegar eftirtalin atriði hafa verið uppfyllt. Svo koma þau, ég vil segja að ég lesi þau upp svona til minnis. Fyrsta lagi, nákvæm kostnaðaráætlun vegna samnings, það er framkvæmda og reksturs sem hann tekur til, liggi fyrir. Númer 2, skipting kostnaðar milli HBR og Kópavogskaupa
fyrir. Númer 3. Eldri samningar og reglur sem vitnað er til í samningi þessum, það er annars vegar Kópavogskaupstaðar við Borgir SF dagsett 8.10.73 og hins vegar Kópavogskaupstaðar við Miðbæjarframkvæmdir SF og Ingimar Haraldsson HF dagsett 17.10.73 liggi fyrir og gera með þessi grein fyrir í hverju breytingan eru fólgnar. Til fundarins skal boða viku eftir að samningurinn ásamt þeim gögnum sem að ofan getið hefur verið sendur öllum eigendum séreignarhluta í Hamraborg 1438 svo þeir hafi tíma og ráðum til að kynna sér málið til fullnustu og móta afstöðu sína. Þetta er tillagan eins og lítur út nú með þessum breytingum í fyrsta kafla. Sem felur þá í sér að þetta mál er sett í biðstöðu þangað til að skýrar línur eins og hér í kveðum liggi fyrir milli samningsaðila. Þórarinn Hjaltason, gjör svo vel. Góðir fundarmenn, ég vil nú þakka fyrir það tækifæri að fá að mæta hérna og ég vil líka þakka stjórn Hamraborgarráðsins og þeim sem hafa mætt á samningafundi hjá okkur. Þetta hefur nú allt verið svona í frekar vinsamlegum tón og ég vil fullyrða það að báðir aðilar hafa lagt sig verulega fram að reyna að ná samningum. Nú, það sem mig langaði til að drepa á hérna, það eru atriði varðandi stöðumæla sem Auður Snorrason minntist á og síðan það sem að Steinþór Ólafsson talaði að íbúar Hamraborgarinnar væru búin að greiða sín gatnagerðargjöld og hvort að þetta ætti ekki að gilda það sama eins og almenna götur að bæri myndi þá sjá alfarið reksturinn. Nú, fyrst langar mig til að fara aðeins ofan í núgildandi samning. Notabenni það liggur fyrir samningu milli Kópavogskaupstaðar og eignar aðila að fyrsta áfanga þarna Miðbæjarframkvæmda og þessi samningur kveður á ákveðna prósentuskiptingu og það er gert ráð fyrir rúmlega 18% í rekstrakostnaði af hálfu Kópavogskaupstaðar. Nú, í þessum fyrirliggjandi drögum að nýjum samningi þá er svo breyting orðin að vissi hlutir í geislahlaðinu, hér og fleira sem tilheyrir ekki bílageymslunni. Notabenni hlutar af hlaðinu skoðast sem þak á bílageymslu. Allt í sambandi við leka ofanfrá, það er leki á þakinu. Samkvæmt þessum skilgreiningu þá tilheyrir það bílageymslunni. En hvað það er, við tökum þá hluti sem að ekki tilheyra bílageymslunni þannig í geislahlaðinu. Þá höfum við metið það lauslega svona upp á cirka 8%. Ég vil nú setja stóran fyrirvara á það, þetta er lausleg tala. Nú 18 pluss 8 myndi gera 26. Nú síðan er spurningin að borga eitthvað fyrir umsjónina á öryggiskerfinu. Og þá í því sambandi vildi ég víkja því sem að Auðun kom inn á, það er stöðumælunum. Ef mann rétt á spurðan af hverju duttu þeir upp fyrir, áttu þeir ekki að dekka reksturinn. Nú, það var nú ég sem lagði til að það eru horfið frá þessari hugmyndu stöðumæla vegna þess að mínu mati þá myndi rekstrarkostnaður við stöðumæla eða semst tekjur af stöðumælum ekki dekka reksturinn af sjálfum stöðumælum. Og það er stöðumælavörður plús afskriftir og viðhald á mælunum.
makalauslega árlegur kostnaður brúttó við stöðumælana, að það myndi vera eitthvað, 2-3 milljónir allavega, og það er nú erfitt að meta hvað við myndum hala inn í staðinn, en ég gat vel ímyndað mér að árlegt tap yrði svona 1 milljón. Og af hverju ættum við að bæta þessu tapi ofan á viðhaldskostnað? Nú bærinn með sín 18% hefur þátt að borga þarna, ég er að tala milljónir rétt, 200.000 á ári. Og ef að tala milljónir rétt, þá spörum við hjá bænum allavega 200.000 krónur á ári og til 800.000. Og af hverju ekki að spara? Nú, eins og ég var að koma inn á, það er viðhaldið sem er aðalhluturinn. Við erum ekki með nákvæmt mat á því hvað svona bílageymsla myndi kosta í dag, en það er allavega svona 200 milljónir. Viðhaldskostnaður, það er svona þumalputtaregla, við erum nú eftir að meta þetta nánar, svona 1,5, minnst ef ekki 2% af brunabótamati. Og ef að tala 200 milljónir rétt, þá erum við að tala svona 3-4 milljónir á ári. Það er meðaltali í viðhald. Nú tap bæjarins, eins og ég kom inn á, samkvæmt núgildandi samningi, mynda mínum mati er svona 200.000. Þetta er mjög gróf tala, getur verið 100, getur verið 300. Eins og ég sagði, áætla að taka upp á 1 milljón, það er mjög ónákvæm tala. Þá vil ég spyrja, af hverju ætli bærinn að borga meira fyrir umsjón og öryggiskerfinu heldur en þetta áætlaði tap á stöðumælum? Og ef við getum komið okkur saman töluna 200.000 sem væri hæfilegt framlag bæjarins í umsjón til að greiða eitthvað fyrir umsjón á kerfinu, þá sjáum við þetta miklu lægri tala heldur en árlegur viðhaldskostnaður og 34 milljónir. Nú, ef við tökum þetta tap áætlaði tap á stöðumælum eða þeir væri fyrir hendi á 200.000 og ef að 18 + 8, 26% sem ég nefndi á það nýrri, þá værum við að tala að bærinn ætti kannski að borga 30% af rekstri. En eins og formaður bæjarráðs gat áðan, að þá er hann tilbúinn að mæla með því að bærinn tegi sig verulega á móts við ykkar sjónarmið. Og það er þá pólitísk ákvörðun að bærinn muni gera töluvert meira en hann er skyldugur til samkvæmt núgildandi samningi. Nú, það sem Steinþór kom inn á, hvort að þetta væri ekki almenn gata, og svarið við því er ósköp einfalt, það er nei. Þetta er bílageymsla og hana, eins og ég er búinn að segja nokkuð oft og hefur komið fram hérna áður, hana liggur fyrir ákveðinn samningur. Og meira ætla ég ekki að segja sinni. Takk fyrir. Við munum taka þetta mál aftur síðar, þannig að ég sé rétt að við látum gott heita að sinni. Þetta mál tekið upp þegar að samningar liggja skýrar fyrir og þá þeir bornir undir okkur aftur hér og við munum þá örugglega eiga eftir að ræða ítarlega þessi mál. Það er eitt hlutur sem að menn gleyma í umræðu. Það er alltaf að tala bæinn og þátttöku bæjarins og annars vegar þátttöku okkar sem bílastað eigenda. Sú verslun og þjónusta sem rekin á miðbæjarsvæðinu nýtur góðs af þessum stæðum og ég hef stundum velt því fyrir mér að Útvegsbankinn gamli sem var
hann átti nokkra tugi bílastæða þar sem hann var og honum var skylt að kaupa á sínum tíma. Þegar hann flyst yfir og breytist síðan í Íslandsbanka þá á hann einn bílastæði. Ég veit ekki hversu mörgir tugir manna vinna þar, allir þessi ekki á annan tugi. Og svona getum við haldið áfram. Við getum tekið verslun á Nóatún sem er umfangsmikil verslun sem á eitt bílastæði. Hverjir hafa lagt til stofnkostnað fyrir viðskiptavini þessara tveggja verslana og þjónustaðina? Það er þeir hinir sem eiga bílastæðan, sem er Kópavogsbær sem á 50 stæði og við íbúðum 212 stæði. Og sjáum það að það er ekki réttlæti, það vantar eitthvað. Þetta er verkefni samningsaðila að leysa til þess að við getum fengið sanngjarna niðurstöðu í samskiptum við verslunareigendur. Þá þurfum við aðstoð bæjarins. Við verðum að reiða okkur á bæjarfulltrúana til að koma inn í spilið með okkur, finna eitthvað flöt af málum sem allir geta unað. Það er eitthvað að, það er eitthvað að fara úrskeiðis. Við höfum verið að töfum þetta núna í 18 ára og ég held að það sé sannlega komið tími á það að leysa málum með einhverjum hætti. En nú er ég búin enn einu sinna að vísa á aðstöðunni hérna. Þórir Björnsson, 17 ára og Mennsson. Góðir fundarmenn, ég vil þakka framkomna tillögur í sambandi við þessar samningar og ætla ekki það neitt fleiri orðum þetta fundarboð. Það er óþarfi. Ég fyrir mitt leyti get alveg fallist á þessar tillögur sem að kom fram í hérna í loki á málsfundi og mér finnst hún ganga það langt, þessi tillaga, að hún tekur alveg utan það sem að ég ætlaði þessum lið að ganga frá. Við erum reyndar að greiða atkvæði þennan samning með þessari tillögu og ég þakka tillögumönnum kærlega fyrir það að smíða þarna góða grein fyrir þetta og styð hana. Og ég vil auðvitað þakka fyrst og fremst ykkur öllu sem hafa tekið til máls hérna fyrir góð orð og hlý orð í okkar garð hérna stjórnarinnar. Og við vitum þó sko vel að við metum mjög mikið það sem að þið segið, bæði það sem þið að hæla okkur og líka það sem að þið finnir að okkar störfum. Og ég veit að það er hinu góða og mér finnst núna, þó svo menn hafa skipst hér á skoðunum og ekki alveg verið á einu máli, þá veit ég það að við erum á réttri braut og það vantar bara herslu mönnum. Takk fyrir. Þarna er komin fram stuðningur og hóngur stjórnar við þessar tillögur sem að vera fremringar. Þannig að ég er svona að hugsa að bara reyna á það með handhaugbreytingu svo sem ég get tefja málinn. Ég fyrir trú að þetta sé kannski þetta líta fyrir. Eru athugasemdir við það? Ef svo er ekki, þá ég las tillöguna hérna áðan. Ég held að ég þarf ekki að lesa hann aftur. Og ég vil bara biðja þá sem eru henni samþykkir að tekja eftir henni. Þetta er það yfirgnæfandi meirihluti, já þeir sem eru á móti, það er enginn á móti, þannig að hún er samþykkt með öllum breytum alltaf. Þá er lokið umfjöllun þessara margfræga 7. liðar og við getum farið talið aftur á bak. Á dagskrá er liður nr. 3. Sem er á hana veg, atkvæðagreiðsla með eftirfarandi tillögu stjórnar. Fundurinn veitir Hamraborgarráði, 14 manna ráðinu, umboð til að veita stjórninni heimild til að stofna til minni háttar fjármagnsútbyggingar að því marki sem eðlilega með teljast samkvæmt hlutverki hennar fyrir slíka húseign. Ég skilst að stjórnin hafi ekki formlegt umboð til þess að fara með fjármál og hún er að kalla
sem liggur að baki þessari tillögu er einfaldlega það að geta haldið uppi eðlilegum rekstri til að býsta á skrifstofunni og félagsaðstöðunni sem var reist við vitið. Og það kom fram á fundi í gær hjá Hamraborgarráðinu, þar sé 14 manna nefndinni og stjórninni, að endurskoðandunum, Kristofíu, að það væri ekkert óeðlilegt að það væri farið fram á það við bankastjóra Íslandsbanka sem við erum viðskiptið við, að við fengjum í Dráttarheiði allt að 400.000 eða 500.000. Þetta er til þess að halda uppi eðlilegum rekstri á skrifstofunni. Þess utan að eins og nú hefur komið fram með þessari tillögu sem kom þarna fram frá áskundum þeim, að það er beðið upplýsingar í bréflegu formi og það þarf að kaupa mikið magna pappír, það er dýr og ljósritun á honum og prentun og annað eins, og eins og þarna við vitum að þá er þetta svigrúm sem við erum að byrja með þessar tillögu. Við erum núna með þetta 14 manna ráð og það er ráðið sjálft sem að gefi stjórninni umboð til þess að fara þessa leið. Þannig að í hverju húsfélag fyrir sig er fulltrúi valinn og hann á að koma með sjónarmið þess húsfélag sem hann er valinn af inn í ráðið og svo verður tekin auðvitað lögformleg afstaða og ákvörðun á fundum ráðsins með nákvæmlega sama hætti eins og gert er í öðrum húsfélögum. Þá tekur Hamraborgarráðið afstöðu til þess hvort að stjórnin hafi farið á langt eða biðið mikið eða lítið. En það er bara þess að auðvelda störfin fyrir okkur í stjórninni og okkur vantar reyndar þessa afgreiðslu á þessu fundi. Og það er þessar fjárhagslegu skuldbindingar sem við erum að tala aðrar ekki. Já. Þá höfum við það, orðið laust. Enginn sem vill sjá sig þennan lið, gjár svo vel. Fundarstjóri fundarmenn kem hérna með dagskrártillögu þar sem lagt er til að töluliðum 3 og 4 í upphaflegri dagskrá verði vísað frá og gengið næst í dagskrá samkvæmt tölulið 5 í upphaflegri dagskrá. Ástæðan er sú að stjórn hvers félags hlýtur að vera falið að stjórna því og bera ábyrgð á daglegum rekstri þess. Allt er fellur undir eðlilegan rekstrarkostnað, þarf þess vegna ekki að fá sérstaka heimild fyrir. Undir þetta skrifa Tryggvi Þórðarson og Ólafur Ólafsson. Að þessum liðum verði vísað frá og gengið til næsta dagskrárliðar sem er þá liður 5. Hér er til ástæða. Ástæðan er sú að stjórn hvers félags er falið að stjórna því og bera ábyrgð á daglegum rekstri þess. Allt er fellur undir eðlilegan rekstrarkostnað, þarf ekki að fá sérstaka heimild fyrir. Nú liggur tillagan fyrir. Orðið er frjálst. Fundarstjóri, þetta er dagskrártillaga, hún er ekki til umræðu, hún er til atkvæðagreiðslu aðeins samkvæmt fundarsköpum. Það er rétt. Fundarstjóri, það er við snellverningar á bankun okkur. Hana verður þá að greiða atkvæði. Við getum á öllum líkindum valið tvær leiðir.
En þeir sem eru samþykkið þessar tillögur, þeir eru ekki hendi. Það byrja bara að halda þessu hendur þannig að vísirmenn geta, viljið telja hérna við borðum með mér. Mér sýnist þetta að vera þegar ég hefði. Heyrðu mig, við skulum snúa þessu á hinn veginn. Þeir sem eru á móti hérna. Þetta var snakkalegt. 1, 2, 3, 4, 5. Tillagan samþykkt. Þá var komin að lifa heim. Tekin ákvörðun húsfélagsgjald á BR. Tillaga 5, tekin ákvörðun húsfélagsgjald. Það er 3 og 4 að vísa frá, tekin til umhverfinu þetta. Þá er komið að þessari tillögu að leggja fram eins og var gert á síðustu fundi Hamraborgarráðsins. Þá var mælt með því að árgerð félagsgjald til Hamraborgarráðsins sem að myndi standa straum af kostnaði við uppeldisskrifstofuna og á síðasta ári þá var samþykkt að ráðinu að hafa það 1800 krónur á ársgrundvelli. Eins og við sjáum hér á reikningunum að þá eru þetta tekjur sem að eru nýttar í það að forma þessa baráttu sem að við stöndum í núna og við teljum það í stjórninni að rétt að fara fram á það að þessi tala hún haldist óbreytt árið 1993. Takk fyrir. Það er verðskraðum í landinu. Vilja menn tjá sig um þessa tillögu? Gengur út á það að halda óbreyttum framlögum. Ef svo er ekki, þá lít ég svo á að tillagan sé samþykkt. Þá er að fara að styttast í þessu hjá okkur. Við erum komin í liði 7 sem er síðasti liður á dagskrá sem heitir önnur mál. Orðalaust. Björnsvöld. Fundarstjóri, góðir félagar. Það er nú í það koma að lokum þessar fundar en ég má finna að koma með eitt mál hér þá sem ég yfirgef þennan sal. Nú er það svo að þetta ágæta fólk sem búið er að vinna fyrir okkur núna í það hálfstarna eða 2 ár, það er gert að gjörsamlega launalaust. Það er bara ekki hægt að ætlast til þess að einhverju sé ætíð að vinna fyrir okkur á að koma eitthvað fyrir það. Þannig að ég geri það á tillögu minni að stjórnin verði launuð að einhverju leyti. Ég hef ekki ákveðna tillögu peningaframlag eða hversu hátt þetta ætti að vera, en það er alls ekki hægt að ætlast til þess að nokkur maður sé að vinna fyrir ekki neitt. Þannig að ég vil gjarnan fá einhverjar umræður um það og vita hvernig fólki líst á þetta. Þetta þarf kannski ekki að vera stór upphæð, en allir verða að fá eitthvað fyrir vinnu sína. Takk fyrir. Þetta hefði átt að vita á. Þá kom ákvörðun að hækka ekki gjöld. Orðið laust.
kosin stjórn launum fyrir sín störf. Takk fyrir. Ég kemur á fyrir að það sé ekki stórmál. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Þetta atriði eða á önnur? Ég er að velta fyrir mér að láta ekki greiða atkvæði um þetta. Beita ofbeldi og að við tökum okkur svona út þetta árið. Við vorum að samþykkja félagsgjöld og við megum ekki vera ómerk fjárlög á okkar. Það hljótt að liggja hugum uppi að við erum bundin af því fé sem við höfum til ráðstöfunar. En við þykir þetta gott innlegg. Þetta verður tekið upp á næsta fundi. Þá höfum við það undirbúið. Það. Já, ég er að segja það svona að það er hljótt að verða eitthvað svona boðsending til næsta aðfundar. En Þórir Steingrímsson hefur beðið um orðið. Hann er síðan maður á mælendaskránni í kvöld. Góðir fundarmenn, þá líður lokum þessa fundar. Þetta hefur verið mjög afkastamikill fundur, ánægjulegur og árangursríkur. En ég vil að lokum, áður en við skiljum hér í kvöld, þakka tveimur stjórnarmeðlimum, þeim Emilíu Baldursdóttur og Gerði Sturlusdóttur fyrir þeirra störf í stjórninni og ætla að byrja hérna ungan pilt að koma hérna með svo blóðvindi sem ég langar til þess að afhenda þeim hérna á sviðinu. Svo að lokum þá vil ég bjóða henni nýju stjórnarmeðlimi velkomna í stjórnina og þeir koma til með að fá að heyra í mér von bráðum. Takk fyrir kvöld. Þá er hundi slitið.